Nú ég komin aftur online, ok. Ég veit hvað það var sem ýtti mér út. Það var hérna Petson, það var ekki RÚV. Ég var semst copyright strækaður eða community guidelines strækaður af YouTube og ég hélt að vera eitthvað sem ég var að horfa á RÚV og hefði verið, þú veist, copyright strækaður, en það var það að ég hef verið að skoða þessa síðu það hvort það verið að gera veðmál og eitthvað, það má ekki, ég skil það reyndar ágætlega, það var alls ekki tilgangurinn. Þá skulum við fara hérna, lúka þessu svo það sé ekki opið hérna. Þá ætlum við að fara eitthvað, það er nýbúið að tilkynna, akkurat þegar mér var ítt út, þá var nýbúið að tilkynna Reykjavík, þannig að það er alltaf spennandi. Já, við ætlum að horfa á þessu viðbrögð. Fyrst að það er enginn að banna mér að gera fyrsta RÚV. Tölurnar langþráðu þessar fyrst úr Reykjavík, loksins komnar og nei, þið voruð ekki að skipta um stöð. Nei, sannarlega ekki. Því fréttastofu sínar og RÚV hafa ákveðið að leiða saman hesta sína í þessum hluta útsendingarinnar og saman ætlum við Birta að fá þessi fyrstu viðbrögð hjá oddvitunum og svona reyna að forvitast hvort það sé einhverjir meiri hlutar mögulegir. Já. Mynd okkur, ég ætlum að byrja hjá þér, Sanna. Samkvæmt þessu þá fær flokkurinn þinn vinstrið 9,4%. Samkvæmt nýlegri könnun Maskínu voru næstu í 18% aðspurðar sem vildu fá þig sem næsta borgarstjóra. Af hverju skilar það fylgi sér ekki til flokksins þíns? Erum maður ekki að byrja að segja að nóttin ung og þetta nú ekki lokatölur, en í upphafi árs að þá var þetta framboð ekki til staðar. Og sjá hvernig við erum komin núna, vinstrið að mælast þarna inni og ég er auðvitað bara mjög þakklátt fyrir öllum sem gerðu þetta veruleika, vinstri menn ákveða að vinna saman og líka bara þakklátt íbúum sem að hafa einmitt verið að segja okkur frá lífinu hér í borginni. Við verðum bara að sjá hvernig lokatölur verða og ég hef bara upplifað mikið traust í minn garð í gegnum tíðina og það er bara ánægilegt að sjá þessar fyrstu tölur. Já, þú segir vinstri að vinna saman, það hefur verið svolítið óeining á vinstri vængnum og það er tíðrætt hægri sveiflu hér í öllum kosningavöku sem við erum að fylgjast með. Til dæmis að við nefnum ykkur í vinstrinu og sósíalistaflokki, þinn gamla flokk. Er svona mikill málefna ágreiningur þarna milli eða er þetta bara persónulegt? Ég sé ekki mikil málefnalegan ágreining en svona varðandi fleiri vildi ekki vera með. Þetta sé bara borgarlínu. Alls konar hluti sem við vitum alveg að þessi tveir flokkar eiga mjög sameiginlegt. Það hefur gengið á ýmsu hjá okkur í Framsóknarflokknum, sprengtir meiri hluta og þið náttúrulega unnu svakalega kosningasigur í síðustu sveitarstjórnarkosningum en þú ert hér einn, hvert fór fylgið? 3 sæti. Já, í það tiltengum að þetta hefur verið dramatískt kjörtímabil hjá okkur í Framsókn og ég held að við megum nú bara ágætlega una við þessar tölur. Við vorum að mælast með 2,9% fyrir örfáum vikum og kannski margir búin að afskrifa okkur en ég held að við bara farið inn í þessu kosningabaráttu með skoðanakönnunum og ég held að það sé að skila sér. Þrátt fyrir að þú sért hér einn, þá ertu í lykilstöðu við myndun mögulegs meirihluta. Við sjáum að ef þetta yrðu niðurstöður í kosningunum þá gætu við mynda meirihluta með Miðflokki og Sjálfstæðisflokki. Þú talar það í gær í Kaldbræðunum að það væri erfitt, að myndi reynast ykkur erfitt að mynda meirihluta með Miðflokki. Eina sem myndi eftir huga það var einhver utan kjörfundaratkvæði og eitthvað sem búið að telja. Það liggur í hlutans eðli, við erum miðjuflokkur og Viðreisn hefur skilgreint sig á miðjunni líka. Þannig að það er augljósa svarið að ef ég ætti að velja milli þessara tveggja flokka þá væri það Viðreisn. Og meira enn í skoðanakönnun Gallup. Nú þurfum við bara að tala saman og þetta er náttúrulega fyrstu tölur og við þurfum að sjá hvað gerist. Ef ég las tölurnar rétt að náðan þá vantaði 100 atkvæði til þess að fá hana Magneu inn. Það er margt sem getur breyst. Engin leið að það fara að breytast. Hann segir margt getur breyst. Ég held að það sé ekki að breytast. Talandi flokka í lykilstöðu, Björg, þú hefur verið, og svona menn hafa verið svolítið í aðdraganda kosningarna, verið svolítið að reyna að horfa í þín svipbrigði, hvort ætlar maður að halla sér til vinstri eða hægri, og í gær sýndir þú rækilega á spilin og
útilokaðir samstarf við Miðflokk og sýndi svona með afdráttarlausari hætti að þér hugnaðist ekki samstarf við Samfylkinguna. Hvernig líst þér á þessar tölur núna eins og þetta, ég meina hvernig ætti þetta að ganga upp, kæmist Viðreisn í meirihluta? Ég bara vil byrja því að þakka fyrir það traust sem okkur sýnt. Við erum að bæta við okkur manni, það frábært, þannig að við erum að tvöfalda borgarfulltrúan okkar með þessar tölur, en þetta auðvitað bara fyrstu tölur og við höldum auðvitað áfram að telja inn í nóttina. En já, þetta voru bara, svona hefur kosningabaráttan þróast og við erum stolt af því sem við höfum gert. Já, við útilokuðum Miðflokkinn í gærkvöldi, það er bara þannig. Mér sýnist vera hægt að telja upp í 12 á ýmsum máta með þetta. Og nóttin ung, þannig að við sjáum hvað setur þegar framlíða stundir. Akkurat. Það var mögulega DPC, Hildur, það næst til þín. Þið bætið enn við ykkur með Gallup-könnunina sem var birt í gær. Þið bætið við ykkur 3 fulltrúum, verði þetta niðurstaðan. Já, hverju þakkar það? Eru þið að slá okkur réttan tón eða þessi hægri sveifla títtnefnda eða er fólk bara að verðlauna ykkur fyrir óánægju með fráfarandi meirihluta? Ég held að á þessum tímapunkti þá viljum maður auðvitað bara þakka þeim hundruðum ef ekki þúsundum sjálfboðaliða og stuðningsmanna sem hafa verið í bakvarðarsveitin okkar á síðustu vikum og mánuðum. Gríðarlega öflugum framboðslista líka. Ég held að við höfum hlustað á íbúana og reynt að svara ákalli þeirra eftir breytingum og við sjáum það að borgarbúar kölluðu eftir breytingar og þeir skulu fá breytingar. En í þessari könnun sem ég myndist áðan við Sönnu þá voru langflestir sem vildu fá þig sem næsta borgarstjóri Reykjavík 30%. Verður það krafa að þinni hálfu inn í komandi meirihlutaviðræður? Ef hún fær 9 menn þá mikilvægast að í meirihlutaviðræðum eru auðvitað málefnin og við komum okkar málum á framfæri og í farveg. En auðvitað er eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meirihluta. Nú getur við mynda meirihluta ef að staðan verður þessi með 2 flokkum hér. Það er annars vegar Samfylkingin sem að með heyrist nú að þú sem tekir ólega spennt fyrir og svo Miðflokkurinn. Eru þið Ari búin að tala mikið saman í dag? Ég held við höfum ekki talað saman í dag við Ari, bara nema þegar mættum hingað sko. Ég held að séu allir bara, ég er bara búin að vera í dag að hringja í kjósendur og hvetja fólk til að nýta kosningaréttinn og við sláum ekki slöku við fyrir klukkan slær 10 og kjörstaðir loka. En nei, ég hef ekki átt samtölu við Ara í dag. Pétur, hvernig meitir þessar fyrstu tölur? Þið voru að mælast með meira fylgi. Lítur á þetta sem varnarsigur ákveðin eða hvað? Ég veit ekki alveg hvernig á að líta á þetta sko. Ég er bara keppnismaður og þegar við förum á stað í baráttuna með okkar hugmyndafræði og okkar málefni þá var ég svo bjartsýnn að ég var að vonast til þess að fá inn Regínu sem er í 7. sæti en nú erum við með 5 sæti sem er aðeins minna heldur en ég ætlaði mér en þetta er svona svipað, þetta er sama og við vorum með á þessu kjörtímabili þannig að það er þetta að segja að þetta maður horfir yfir kjörtímabilið, það hefur ýmislegt gengið á, það hafa verið breytingar, það er greinileg svona íhaldssveifla í borginni og út land allt virðist vera. En ég tek undir það að sko, sem Hildur segir, að við erum búin að vera með fólk með okkur, sjálfboðaliða sem hafa verið að djöflast með okkur og ég er bara mjög stoltur að vera í Samfylkingunni og vera með þennan hóp í kringum mig. Þú talar íhaldssveiflu en getur ekki verið að þetta liggi bara hjá Samfylkingunni sjálfri? Þú hefur talað í kosningabaráttunni í svona þessum umræðu þáttum að það hafi verið gerð mistök. En gerðu nóg í að axla ábyrgð á mistökum sem hafa verið gerð? Það er kannski tvennt. Annars vegar er mögulegt að flokkurinn og meirihlutinn á síðasta kjörtímabili ekki algjörlega axlað ábyrgð á einhverjum málum en kannski mikilvægra að það hefur ekki verið talað nógu mikið það sem hefur gott gert. Það hefur nú komið fram bara núna í þessari kosningabaráttu að við erum öll að tala hvað borgin sé góð, það að við séum á réttri leið og við erum alltaf í borg sem er í svona vexti og það er svona nánast eins og vaxtarverkir. Þannig að sko minni hlutin hefur verið mjög duglegur að benda á það sem hefur verið illa gert og borgarbúar hafa tekið eftir því en það hefur kannski minna farið fyrir því sem hefur verið vel gert. Það er kannski eitthvað sem maður getur lært af. En þið haldið ykkar 5 samkvæmt þessum nýjastu? Já, og svo er náttúrulega bara nóttin ung og allt það. Við sjáum bara hvað kemur úr kössunum síðar í nótt. Þetta verður löng nótt. Já, við heldum áhuga að ganga á línuna. Hér átti að standa Sigfús Aðalsteinsson frá okkar borg. Hann sá sér ekki fært að vera hérna hjá okkur. Hann er víst að fara í flug snemma í fyrramálið.
Þannig við höldum bara áfram. Einmitt, Kristinn, þetta hljóta að vera mikil vonbrigði. Já, svo sannarlega. Þetta svekkjandi að sjá þessar tölur og ég get alveg verið hreinskilinn með það. Og það gefur augaleið að við Píratar höfum kannski ekki verið nógu öflugir í að koma þeim áherslubreytingum sem við höfum bara, breytt borgin að mörgu leyti í gegnum árin og til skila til íbúa. Og það segir mig það að Píratahjartað samt lifir og að við getum haldið áfram og að því við höfum ekki kannski komið bara skilaboðin og skýrt til skila held ég. Þið náttúrulega fenguð 3 menn kjörna inn í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Það hefur ýmislegt gengið á. Dóra Björt gekk úr ykkar röðum og til Samfylkingarinnar. Það hafa verið breytingar á formanni og svona ýmislegt gengið á. Er það hluti af þessu eða er verið að refsa ykkur fyrir eitthvað? Hvernig, hvar heldurðu að þið hafi farið úr leið? Ég held að við höfum svolítið farið frá kjarn okkar sem snýr að þessu samtali við íbúa og það myndaðist ákveðin fjarlægð núna í gegnum árin á milli Ráðhúss og hverfanna og ég vil benda þeim oddvitum hér sem munu halda áfram og vera inni að ég held að það sé mikilvægast og brýnasta verkefni okkar, það að mynda góð tengsl við hverfin í borginni. Og það einmitt það sem við erum búin að leggja svona línur að nýðri lýðræðisaðgerð þar sem við munum gera það og ég vona að þið munum taka það áfram að því traustið ekki mikið og við höfum talað fyrir auknu lýðræði og miklu samtali og við höfum kannski ekki staðið okkur nógu vel þar og tökum það okkur en það er margt annað sem við höfum gert og breytt borginni til mikilla muna og ég held að ég þurfi kannski bara að skrifa góða bók það í daginn. Já, reynslunni ríkari. Algjörlega. Ari, við förum yfir til þín. Já. Þið bætið við ykkur 3 fulltrúum, vorum engan síðast, 3 núna ef þetta verður niðurstaðan. Hverju þakkarðu það? Og þá kannski ég aðalega að spyrja hvaðan fylgið ykkur að koma, frá hvaða flokkum? Já, sko, það náttúrulega í fyrsta lagi þá ég auðvitað bara mjög glaður að þetta verður niðurstaðan. Við erum þarna að meira en 5-falda fylgið. Við vorum með 2,4% í síðustu kosningum og núna sýnst mér yfir 13%. Og úr, eins og þú segir, engum borgarfulltrúa í 3. Þannig að það gríðarlegur árangur. Ég hef náttúrulega ekkert náð að greina það nákvæmlega hvaðan það kemur, en það lítur náttúrulega að koma frá þeim sem að minnka eins og kannski Framsóknarflokki, Flokki fólksins mögulega og ekki að koma frá Sjálfstæðisflokknum, þannig að bæta við sig. Við auðvitað buðum fram á þeim grundvelli að svara kalli borgarbúa breytingar og það ákalli hefur augljóslega verið raunverulegt og vonandi fáum við tækifæri til að þjóna borgarbúum í meirihluta og koma fram þeim breytingum sem borgarbúar að kalla eftir. Það eru náttúrulega ýmis svona mál sem eru sérstök fyrir borgina en þessi fylgisaukning okkar helst ekki hendur við það sem að gerast hjá miðflokknum á landsvísu. Það náttúrulega bjóða fram núna í 2-falt fleiri sveitafélögum heldur en síðast, 19 sveitafélögum alls núna og víða að ná inn manni og fleirum en einum þar sem að enginn var áður. Þannig að þetta virðist ætla að verða skemmtilegt kvöld og nótt fyrir miðflokkinn. Einmitt. Og verður þetta niðurstaðan, þá getið þið Hildur myndað meirihluta í borginni saman. Er það eitthvað sem hugnast þér? Ertu spenntur fyrir því? Það náttúrulega, svo kom líka fram í einhverjum könnunum bæði okkar og sem við sögðum forystumennirnir líka könnunum okkar stuðningsmönnum að það væri okkar fyrsti kostur auðvitað að mynda meirihluta til hægri, borgarlega meirihluta sem að færi í það að þróa borgina í samræmi við óskir gríðarlegs meirihluta borgarbúa. Ertu byrjað að máta ykkur hlutverk innan slíks meirihluta, verði hann að veruleika? Nei, ég er nú bara enn nánast í kosningabaráttunni og þættir og fram eftir degi á morgun líka þannig að ég hef nú ekki náð að hugsa neitt lengra en það. Silja Sóley, ef mér skjátlast ekki, þá ert þú inni? Já. Er það ekki? Samkvæmt þessum tölum? Já. Þú hefur bara vakið mikla athygli fyrir skelega framkomu. Það ekki að færi allra að koma svona frekar óþekkt inn á sviðið og ná í gegn. Það frekar erfitt og hefur skilað sér í þessu. Núna hins vegar, vegna þess að það bara eins og frækt orðið, þá slitnaði upp úr. Þetta svona klofningsframboð yfir á milli Sósíalistaflokksins og Viðreisnar. Og það rauninni, fyrirgeðu og vinstrinsins, en það loga rauninni allt stafnan á milli þarna á tímabili en nú aftur á móti getið þurft á hver annari að halda en traust til staðar? Já, við höfum alveg talað og
Við viljum auðvitað fá samstarf á vinstri vængnum. Ásgeir, hljóðið að trufla mig. Það heyrist í ykkur hérna, þannig við skulum... Þetta ekki bara rattirnar í haustum á mér. Ok, gott að fá það. Gott að við heyrið þetta öll. Já, gjörðu svo vel. Fyrirgefðu, Silja. Afsakaðu, Silja. Við byrjum bara upp á nýtt. Ég var svona aðeins að velta fyrir mig svona vegna þess að augljóslega eigið þið saman málefnalega. Hvort að tröstið sé til staðar í samfélagi. Já, og það mun þurfa mikla samvinnu líka bara til þess að ná þessum málefnum í gegn. Ég held að sé bara mjög mikilvægt að við séum með félagslegar ástæður í borginni og ég vona bara að samstarfið verði gott. Og lítur ekki bara á þetta sem ekki segur? Jú, það náttúrulega líka, þetta ný andlit, það tekur smá tíma fyrir fólk að finna fyrir ákveðnu trausti og ég bara afar þakklát fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt og var bara ævinlega þakklátt og bara þakklátt öllum félögunum sem studdu við mig og tóku þátt í þessari baráttu og bara ég gæti þetta ekki án vera. Hvað segirðu þetta sem við spurðum Sönnu áðan með svona ágreiningin á vinstrinu? Þetta málefna ágreiningur eða þetta fyrst og fremst persónulegt? Hver þín skoðun á því? Sko ég myndi segja hvorugt. Þetta var upprunalega bara af því að fólk vildi breytingar í skipulagi á uppbygging á flokksstarfinu, hvar þau vildi áherslurnar vera settar, en málefnin eru góður málefnilegur grundvöllur á milli. Við lögðum mikla áherslu á að vera með skýra lausnir og skýra útfærslu á hvernig við vildum sjá hlutina, en málefnin eru alveg mikill samhljómar á milli og við getum unnið gott verk saman. Ingimar, við vildum okkur yfir þín. Þó þið sem er viljulegt nafn á flokki, góðan daginn, þá virðist þið nú kannski ekki vera að sópa til ykkar atkvæðum eins og skoðanakannir og þessar fyrstu tölur benda til. Er þetta það síðasta sem við sjáum af ykkar hópi eða eru fleiri áform í pípunum? Við höfum svo sem ekki tekið neinar ákvarðanir það. Við erum bara mjög þakklátt samt fyrir þessa athygli sem við höfum fengið og það var margir tekið undir okkar málflutning og meðal annars hópurinn hér. Við höfum haft áhrif í umræðinni og þannig að við erum bara mjög þakklátt og finnst þetta bara gott. Þetta bara mjög skemmtilegt lýðræðislegt ferli. Ég vil óska Silju til hamingju. Ég kynntist henni nú bara strax í byrjun kosningabaráttunna og kunni mjög vel við hana og það er frábær árangur hjá henni. Við höfum auðvitað verið gagnrýnin á störf borgarstjórnar og það hefur auðvitað hjálpað líka til fyrir kjósendur að átta sig á að það ekki allt í lagi hjá borgarstjórn. Já, en eins og segi, þau eru ekkert alveg að hrúast til ykkar atkvæðin. Eru þið allir að kalla þetta gott eftir þetta ævintýri? Nei, sko, þetta var auðvitað þungur róður og skoðanakannanir voru ekki að hjálpa okkur. Við vorum alltaf að mælast bara undir 1% og það er auðvitað ekkert gaman að kjósa flokk sem er svona langt undir. En við kölluðum eftir breytingum og við höfum náð breytingum. Þannig að ég er bara mjög ánægður að það verði annar meirihluti sem kemur út úr þessu. Þannig að við erum sjálfum sér bara að ná töluverðum árangri í því. Þó að við fáum ekki beint atkvæðan til okkar. Nú hugsa allir rekstur borgarinnar. Við erum með hugan við það. Nákvæmlega. Guðmundur Ingi, þið fóruð í flokki fólksins tiltölulega seint af stað í kosningabaráttuna. Heldur að það skipti máli í þessum tölum sem ég þykist nú vita að þú sért ekki ánægð með? Já, algjörlega. Við fórum mjög seint af stað og það er bara eitthvað sem við lærum af. Tölurnar eru nú uppleið með við kannanir og við teljum að þær munum svo sem halda áfram að fara uppleið þegar líður á nóttina. Já, þú eigir von. Og eigum von og það er lítið sem vantar upp á í raun og veru. En ég vil líka þakka okkar stuðningsfólki og sjálfboðaliðum og öðru frambjóðendum og kosningateyminu sem búið að standa sig frábærlega. Það er auðvitað ekki gott að málsvarar minnihlutahópa eldri borgara og öryrkja sé að detta út, alls ekki. Þannig að við ætlum að vonast eftir góðum hlutum í nótt. Ertu búin að rýna þetta eitthvað? Hvað heldur að valdi því að fólk sé að snúa sér frá ykkur? Nei, við vorum aðeins að spjalla þetta í dag en við erum ekki alveg með það á hreinu en það eru auðvitað margar ástæður væntanlega sko. Þannig að en það er eitthvað sem við munum rýna í áfram. Við sjáum að það er nýtt fólk að ganga í flokkinn og það er ótrúlega svona gaman að sjá hvað er breiður hópur að koma og við ætlum að halda áfram að byggja upp flokkinn og grasrótarstarfið hjá okkur og koma sterk áfram. Við snúum okkur aftur yfir til þín, Hildur. Þú vildir ekki upplýsa í kappræðunum á RÚV í gærkvöldi hverja þú væri búin að tala við. Nú er búið að loka kjördeildum og öllu. Viltu segja okkur það núna? Nei. Sko, það er
athyglisverð staða uppi. Við erum auðvitað bara með fyrstu tölur og nótin ung og þetta getur allt saman farið á fleygiferð og við höfum mörg hver reynslu af því. Það sem er skemmtilegt að sjá núna að Sjálfstæðisflokkurinn í mikilli lykilstöðu. Hér hafa flokkar útilokað hver annan, þannig að það í rauninni ljóst að hér verður annarkvort myndaður meirihluti Sjálfstæðisflokks og Miðflokks eða Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar eða einhver samstöðu á. Ég lýsti því auðvitað í kappræðum bæði á Sýn og RÚV að þetta væru þeir flokkar sem ég liti til samstarf. En nú sjáum við að hvoru tveggja mögulegt. Hvort hugnast þér betur? Ég held að við þurfum bara að taka samtali á næstu dögum. Þetta snýst auðvitað málefnin og hvaða verkefni við teljum okkur geta hrint í framkvæmd og hvaða árangri við teljum okkur geta náð fyrir borgarbúa. Og ég vil auðvitað skapa hérna í borginni bara breiða sátt borgarmálin. Mér hefur fundist vera það sem ég kalla menningarstríð hér í borginni, þar sem mikil átök svona hluti sem eiga bara verið læg og sem ég held að sé hægt að ná góður og breiðri sáttum. Og ég held að vera gott að mynda meiri hluti sem að borgarbúar geta svona heilt yfir verið ánægðir með og svona hlusta á íbúana og standa með þeim. Og við erum alls konar svona margir hérna sem að vilja ekki vinna með þessum og svona einhverjar útilokanir hérna nefndar hérna gegnum tíðina. Hvað heldur þú að sé einfaldast í stöðunni? Þessir tveir kostir sem ég nefni eru þetta bara báðir nokkuð einfaldir og sinn hátt og nú þarf bara að eiga þessi samtöl en ég vona þetta að okkur lánist núna þegar verður töluverð endurnýjun í borgarstjórn að bæta svolítið vinnu umhverfið og okkur hefur mörgum verið tíðrætt þessar traustmælingar til borgarstjórnar að fólk og landsmenn treysta borgarstjórn mjög illa og lítið minna en íslenska bankakerfinu og ég fjallaði mikið þetta þegar ég var að byrja í borgarstjórn og ég man að Einar gerði það þegar hann var að byrja og nú hafa Pétur og Björg líka lýst áhyggjum af þessu og ég vona við nýtum tækifæri núna til þess að taka höndum saman þvert á meirihluta og minnihluta og það vel hægt að nýta krafta líka fólksins sem í minnihluta. Ég hef sjálf verið 8 ár í minnihluta og ég held að við getum náð betra samstarfi hér í borgarstjórn. Hvað segir þið við þessu, Björg og Einar? Við byrjum á þér, Björg. Já, nú eins og Hildur að stilla þessu upp, annar valkosturinn sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur frammi fyrir. Eru þið búin að tala ykkur tvö saman það að reyna að... Nei. En þetta samt ekki drauma meirihlutin þinn, ef þess að þú varst nokkuð opinská í kappræðanum í gær? Ég sagði það mjög skýrt, ég geti unnið báðum þessum flottu einstaklingum og þeirra flokkum og raunar fleirum hérna. En ég tek undir þetta með trausti. Ég sé svolítið tækifæri í þessu núna. Við erum ný kynslóð borgarstjórnar, það svolítið svona, það ferskleiki og við erum bara mörg að koma ný og verðum mörg í nýjum hlutverkum og þannig ég held að það séu mikil tækifæri sem liggja þar og kannski bara má hrista þessu upp í hlutunum. Kannski þarf ekki alltaf að vera stífur meirihluti og minnihluti. Við vitum alveg að það hægt að gera hlutunum með öðruvísi hætti og ég held að ég tek bara undir það sem Hildur segir varðandi það að hlusta borgarbúa. Við verðum að ná aftur trausti og tengslu við fólki sem byggir þessa borg og ég hef bara mikinn áhuga á því og við Viðreisn. En þú Einar, við byrjum þér við þessu orðræði. Já, nú bara nú það málefni sem ráða og kjósendur eru búin að gefa okkur skilaboðin og það eru málefni sem ráða og við tölum hérna traust á borgarstjórn. Ég held að það sé mikilvægt að það með sé traust á milli þeirra flokka sem ætla að starfa saman. Það algjört lykilatriði að það séu flokkar sem að deila dálítið sýninni og það hvernig næsta kjörtímabil á að vera og það sé líka persónulegt traust á milli þeirra oddvita og borgarstjórnarflokkana. Það skiptir gríðarlegu máli, sérstaklega þegar meirihlutar að takast á við áskoranir eins og við erum að glíma við í borginni, í leikskólamálum, í skipulagsmálum og rekstrarmálum og þetta verður ekki auðvelt. Næsta kjörtímabil verður krefjandi. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að þarna nái saman einstaklingar og flokkar sem að ríki traust á milli og hafa svona dálítið sameiginlega sýn. Pétur, förum við til þín. Þið eru næstasti flokkurinn samkvæmt þessu, verður þetta niðurstaðan. Einhver möguleika stöðunni fyrir ykkur? Meirihlutin ju fallinn. Sér þú einhverja möguleika? Það margir sem hafa útilokað samstarf við ykkur? Já. Þið dæmd í minnihlutanum? Ég hef litið, kosningabarnina hefur verið Silja Sóley. Mér finnst hún hafa komið fram málefnaleg og kröftug. Klárum þetta og sem skoðum á Akureyri. Og efnileg. Og svo hef ég litið til vinstrisins. Eins og við teljum núna, þá ekki miklu möguleikar í stöðinni. Og þó að nóttin sé ung, þá held ég að sé kannski litli möguleika þarna. Ég kannski bara að horfa fram á við, eins og mér finnst málefnin sem við settum fram í þessari kosningabaráttu og bara hugmyndafræði jafnaðarmennskunnar
er eitthvað sem við getum verið stolt af og við munum bara vinna með það áfram. Hvort að við verðum í meirihluta núna eða ekki, það kemur ljós kannski bara í fyrramálið, en við munum bara halda ótrúð áfram. Ari, þú ert kannski í sömu stöðu og Pétur að því leyti að það eru margir hér sem hafa útilokað samstarf við ykkur. Hvernig slægir það þig og svona, hvernig vilt þú kannski bregðast við þessari stöðu sem Hildur er í? Það er að segja að þið eru svona sitt hvoru megin við hana og hún þarf að velja sér lið ef þetta verður staðan. Já, þetta er flókin staða, segirðu. Nei, við þurfum náttúrulega að sjá hvernig þetta þróast. Það þarf lítið að gerast til þess að það breytist ef það færi einn út hjá D og einn inn hjá B á móti eins og var þarna næstur inn, þá náttúrulega breytist staðan töluvert, þá væri til dæmis ekki lengur M og D mögulegir sem hluti, bara til að nefna dæmi hvað getur breyst, þannig að maður reyna ekki að vera úttala sig allt og mikið undan. En ég er nú ekkert persónulega viðkvæmur fyrir þessu pólitíska tali. Þau orð fjallu nú líka í kosningabaráttu, ég veit ekkert hvernig að hvort að það þarf að standa allt saman ef það geti verið að það trompist að því þegar fólk segir málefnin ráði, því að þessar útilokanir byggðist nú ekki á málefnalegri umræðu, að mínu mati. Þetta var nú meira svona eitthvað, er það ekki kallað strámenn sem að vera að teikna upp og gagnrýna. Pétur, kannski aðeins stutt, hvernig minnihluti verður Samfylkingin ef það verður raunin, því að þið eru búin að vera við stjórnmálinu núna dálítið lengi? Þetta við spila mikið. Við munum veita þeim aðhald. Ég verð að viðurkenna það, ég óttast að það verði sett stopp á borgarlínu strax og það verði breytingar. Ég hef bara sagt það í kosningabaráttunni. Ég hef óttast svona hægri uppeyju í borginni og við vonandi getum einhvern veginn balansera það. En við verðum líka bara skemmtileg, krakkar mínir, í borgarstjórninni. Gaman hjá okkur. Já, við munum alveg hafa gaman en við munum veita þeim mikið aðhald ef við verðum í minnihluta. Aðeins í lokin, Hildur, er eitthvað óttast þetta sem Pétur er að mála upp? Að hann veiti mikið aðhald? Nei, hvað hann óttast að það verði stoppa borgarlínu strax? Nei, auðvitað ekki. Ég meina bara kjósendur hafa talað og hér bara horfum við á lýðræðislegar niðurstöður þar sem fólki vill og eins og ég nefndi áðan þá væri gott að geta myndað eitthvað meirihluta með breiða skýrskotun sem að breið sátt geti ríkt og við þurfum bara núna ræða málefnin og hvers konar málefnasamningar eru mögulegir. Hérna held ég að horfa á nýja borgarstjórn. Þökkum ykkur öllum kærlega. Ég bara ætlaði að segja, mér fannst alltaf þetta að tala að það er eitthvað stóra stopp í framkvæmdum og allt, eitthvað rifið frá grunni eitthvað svona. Ég tók þessu nú bara sem einhverjum hræðslu áróður í kosningaskjálf. Já, við sjáum hvað setur. Takk ykkur öllum kærlega fyrir komuna og við ætlum að hleypa ykkur til ykkar fólk sem bíður eftir ykkur á kosningavökunni. Eins og þau eru öll búin að segja hérna milljón sinnum, þá er nóttin ung, það er nóg eftir í kössunum og þetta kemur allt í ljós. Og þetta eru þetta fyrstu tölur sem gefa kannski góða mynd af stöðunni, en segja kannski ekki alla söguna. Og til að mynda hafa óvenju margir kjósendur valið að kjósa utan kjörfundar, ég held að segja 30% aukning á landsvísu frá því síðustu sveitarstjórnarkosningum. Þannig að við mælum þetta bara með því að sitja áfram límt við skjáinn og fylgjast með. Við gerum það sjálfsögðu og sendum núna upp í myndverin 2. Já, takk fyrir það. Við hérna megin, við ætlum að rifja aðeins upp stöðuna samkvæmt þessum fyrstu tölum í Reykjavík. Sjálfstæðisflokkurinn með 9 borgarfulltrúa, Samfylkingin 5, Miðflokkurinn 3, Viðreisn 2 og Vinstrið 2. Framsóknarflokkurinn 1 og Sósíalistar 1. Flokkur fólksins, Píratar, Góðan daginn og Okkar borg ná ekki mönnum inn í borgarstjórn. En hvað þýðir þetta varðandi myndun meirihluta? Við heyrðum oddvitana ræða ýmsa valkosti. Það er þó allavega eitt ljóst. Núverandi meirihluti er kolfallinn og á litla möguleika á að mynda aftur meirihluta hér á þessu kjörtímabili. Sjálfstæðisflokkurinn með sína 9 borgarfulltrúa getur myndað meirihluta auðvitað, 2 flokka meirihluta með Samfylkingunni. Það væri sterkasti meirihlutinn með 14 borgarfulltrúa af 23. Það þarf 12 þarna til þess að mynda meirihluta. En þetta er nú kannski ekki líklegasta niðurstaðan. Annar 2 flokka valkostur væri Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Þeir ná 12 mönnum samtals og það dugar til þess að ná meirihluta í borginni.
9 menn Sjálfstæðisflokksins og 3 menn Miðflokksins. Þriðji valkosturinn, sem þá 3 flokka meirihluti og kannski líklegur miðað við hvernig var talað í kosningaþættinum á RÚV í gærkvöldi, það Sjálfstæðisflokkur pluss þá 2 borgarfulltrúar Viðreisnar og svo borgarfulltrúi Framsóknarflokksins. Hvað haldið þið, Ólafur og Bogi, þetta líklegasta niðurstaða? Ég held að DCB, en það bara minni samstaða í, það það sem mín síða sýnir, miklu minni samstaða. Ég skal báða með það. Já, vegna þess að það þarf mjög litlar sveiflur á atkvæðum til þess að breyta þessari stöðu. Þannig að Miðflokkur, Viðreisn og Framsókn gætu bætt við sig fulltrúum, þá breytist þessi mynd algjörlega. Ef það gerist, þá held ég að dýnamíkin í þessu öllu breytist. En það er náttúrulega algjörlega klárt að það er Hildur sem í... Meðan ég að stöðull að hlusta allir taka mynd, eiga þetta til, þetta er svolítið skemmtilega mómentina. Með verulega góða útkomum við þessar fyrstu tölur og það er náttúrulega búið að telja umtalsverðan fjölda og það er áhugavert líka að sjá að það er svona sveifla til Sjálfstæðisflokksins á öllu höfuðborgarsvæðinu nema í Hafnarfirði. Við vorum ekki búin að tala mikið Mosfellsbæ, það bætir Sjálfstæðisflokkurinn 12,25% prósentustigum. Á Seltjarnarnesi, þar sem að ýmsir höfðu hugsanlega gert í skóna að Sjálfstæðisflokkurinn myndi í fyrsta skipti síðan 1962 missa meirihluta sinn, þar bætir hann við sig, ekki mjög miklu, en hann bætir við sig og heldur sínu meirihluta. Þannig að þetta er mjög góð útkoma fyrir Sjálfstæðisflokkinn á höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega í Reykjavík, þar sem að eins og staðan er núna að flokkurinn er með 9 borgarfulltrúa og bætir við sig 3 og það þýðir að það er náttúrulega, það verður ekki myndað meirihlutastjórn í Reykjavík eins og Guðlaugur Þór sagði í viðtalinu við okkur áðan, nema af nánast að hafa einhver illkvittni gagnvart flokknum að þau vildu ekki fá Hildi sem borgarstjóra og manni sýnist að það sé mjög ólíklegt að það gerist eins og þau eru komin. Þeir fari og fari bara gegn henni eitthvað sérstaklega þeir fá 9 menn. Miðað við kannanir að fylgið hafi verið að færast til hægri á þessum síðustu dögum eða kannski viku. Getum við lesið eitthvað í fjölda utan kjörfundur atkvæða og mögulega svona hvort að þau fylgi í sömu línu og við vorum að sjá í þessum fyrstu tölum? Nei, við getum í rauninni ekkert fullyrt það. Það er hugsanlegt að þau séu öðruvísi en við vitum það ekki. Hins vegar... Hugsanlegt, við vitum það ekki. Mér finnst ólíklegt að það verði mikill munur. Það verði ekki verið reyndin á öðrum kjörstöðum í kvöld. Hver veit, það hefur samt stundum verið Þá telja kannski 2/3 atkvæðana. En þá er náttúrulega þriðjungurinn eftir og þar sem að knappt litlar prósentbreytingar geta leitt til fulltrúabreytinga að þá er þetta ennþá að tölvöldu leyti opið þó að megin línurnar að þetta séu skýrar og þær eru í góðu samræmi við niðurstöðu skoðanakannana bæði Gallups og Maskínu. Ef við skoðum fulltrúatöluna úr Gallup-könnuninni sem við birtum í gær þá gaf hún Sjálfstæðisflokknum 8 fulltrúa en prósentutalan er nánast rétt hjá Gallup en miðað við skiptinguna fær Sjálfstæðisflokkurinn núna 9 og í Gallup þá var vinstrið með 3 en fer niður í 2 þannig að Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig 1, vinstrið tapar 1, hinar tölurnar eru réttar eða skilur við eins og þetta stendur núna. Það er ég með eitthvað lár mækin hjá mér, ég kan alltaf fara nær en það er helst ekki, við erum að tala línu 3. Hún er bara í algjörri kjörstöðum og hún getur valið það hvort hún vil vinna með Miðflokknum eða hvort hún vil vinna með Viðreisn og Framsókn ef að tölurnar eins og þeir eru núna og ég er búinn að segja alla kosningabaráttuna að lykilspurningin í þessum kosningum í Reykjavík er sú hvort að Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn fá samanlagt 11 fulltrúa eða 12 fulltrúa. Í þessum tölum eru þeir með 12 fulltrúa og ég skal spá því
að ef þetta verði niðurstaðan, þá muni Hildur velja. Við ætlum að sjá Hildi. Hildi Björnsdóttir, hún að ganga hér inn á kosningavöku Sjálfstæðisflokksins. Hún hefur hlupið bara hérna yfir Austurvöll. Henni að sjálfsögðu mjög fagnar. Hún fljót yfir. Á ég kannski bara að segja gott seinna í kvöld og hérna fara að jamma með Sjálfstæðismenn. Þetta bara hérna við hliðina heima á mér. Þetta verður niðurstaðan. Við skulum heyra Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík ávarpa. Hvað segir Hildur? Flokksmenn sína á NASA. Þetta eru auðvitað bara fyrstu tölur, en ef þær gefa rétta mynd af lokaniðurstöðu þá eru þetta bestu niðurstöður Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í 16 ár. Þetta hefðum við aldrei gert ef við ættum ekki heimsins bestu bakvarðarsveit. Öflugustu grasrótina, öflugustu stuðningsmennina, alla sjálfboðaliðana, mörg hundruð ef ekki 1000 manns sem hafa lagt okkur lið á síðustu vikum og mánuðum, hringja mörg þúsund símtöl, taka samtalið við borgarbúa, við kaffivélina, í heita pottinum og ég vil við klöppu núna fyrir okkar öfluga fólki, ykkur. Ég vil bara minna það að við erum að tala þennan hérna veruleika hér sko, gefa evra. Bara út frá samstöðunni sko. Þeir eiga held mest saman af þeim öllum, þannig að ef þeir hafa meirulítið þá fljóta þeir að vinna saman. Þannig er verið að fagna Hildi Björnsdóttur á kosningavöku Sjálfstæðisflokksins á NASA. En eins og ég sagði, mér sýnist að taki um 0,8% fyrir allir Sjálfstæðismenn til að missa hana níunda mann. Ef hann færi þaðan til Miðflokksins, þá myndi ekki verið þetta neinu en þá var það sko möguleg svona viðreist Sjálfstæðisflokkur framsókn meira líklegt sko. Í öllu falli að Sjálfstæðisflokkurinn verður nú, ég gerir alltaf Hildur hljóta að krefjast þess að fá borgarstjóratitilinn og umgöðrinum bara hvernig hún er að vinna henni í kvöld sko. Þessum tíðundum kvöldsins þó þetta sé ekki komna lokatölur allstaðar þá er svona Nei, mér þykir þetta mikil tíðindi. Sterk vísbending, þetta voru 44.300 atkvæði sem eru talin. Þannig að það er komin sterk vísbending niðurstöðu kosningana. Sterk vísbending, ég heldur betur. Mér veist bara 90% líkur að þetta sé bara svona þetta er að enda. Nú heldur ég hér. Þið sögðu það sjálfur hér í upphafi að þið þolduð ekki lengur við. Nú er klukkan orðin 2. Já, miklu lengur en það ætluðum að vera. Já. Og að hafa ykkur með okkur hérna, það kærlega fyrir að vera með okkur hérna í kvöld. Einstaklega ánægilegt að vera með okkur. Við þökkum að sjálfsögðu fyrir okkur. Sömuleiðis. Sérlega ánægilegt að vera með okkur. Er þeir að klára eða? Þetta finnst nú ekki vera kannski alveg búið að klára hérna þetta kvöld. Ég ætlum að segja þetta ekkert frá Múlaþingi en þá. Hann ringdi með hann Aron á það. Félagi minn sem vinnur hjá Múlaþingi og hann var að segja mér ástæðan fyrir því að akkur Múlaþing væri svona seintir vegna þess að það tekur bara langan tíma að fara með atkvæðin úr frá Seyðisfirði til Egilsstaða og það er ekki byrjað að tellja fyrir öll atkvæður komin þannig að það eru bæjarfélög, svoleiðis bæjarfélög sem er eftir líklega eru þau bæjarfélög sem eru búin að heyra mest af hingað til þau eru líklega flest bara á góðum sko eru líklega flest bara að fara að enda á svipum stað. Það er þó ekki nema þar sem kannski 0,5 til 1% munur getur skipt einhverju máli eins og í Reykjavík mögulega herðarinn fyndið. Hérna eru 4 kosningavökur á RÚV. Það er nú ekki ánæður samfélkingunni. Þvílík stemming hérna í NASA-húsinu. Hann er Miðflokkurinn. Þeir hljóta nú að vera ánæður með þetta, ég get ekki sagt annað. Hvað er þetta? Hvað er þið að tjama? Mér heyrir svona á fagnaðalátunum að það hljóta að vera það bil að koma í salinn.
Ari Edvald að mæta. Skildum við vera að fara að sjá alla myndirna frá Sigmundi Davíð að nýri borgum sem líti allar út eins og París. Við vorum að sjá svoleiðis hverfi. Hann er alltaf að nota gervigreind til að breyta öllum nýjum hverfum í Reykjavík svo þau líti út eins og þessu frá París eða mögulega Stokkólmi frá 19. öld sko. Og víðar. Falleg húsarendar sem hann var að lýsa. Kannski það næstinni. Já, okkur sýnist það. Hann er Ari Edvald mætur. Hvað heldur hann á? Er þetta hérna Pelsinn? Kæru vinir, til hamingju og gleðilega hátíð. Þetta stór stund fyrir Miðflokkinn og fyrir sveitarfélögin í landinu og fyrir Ísland. Við vorum að koma hérna úr Ráðhúsinu og lítum á fyrstu tölur. Ég var það að hvað hann segir. Og við verðum auðvitað að athuga það að þetta eru fyrstu tölur og ekki endanleg niðurstaða. Mér finnst nú líklegt að þú sitt að fara að halda þínu 3 sætum en hvort þú náðu meirihluta, 2 flokka meirihluta, það er kannski aðeins spurning en líklegt, ég myndi segja mjög líklegt. Við höfum unnið stórt sigur. Samkvæmt þessu erum við búin að meira en 5-falda fylgið í borginni. 5-falda fylgið, já, það er erfitt að segja það sé ekki góður árangur. Það er gífurlegur árangur. 18-22 og síðan engan á síðasta kjörtímabili og samkvæmt þessum tölum og þeir eru nú sæmilega öruggir þessi 3, þá erum við komið 3 borgarfulltrúa. Og þetta helst í hendur við sigur Miðflokksins á landsvísu. Við erum að bjóða fram í 2-falt fleiri sveitafélögum en áður, 19 sveitafélögum alls. Við bauðum til dæmis fram í Sandgerði og var ég ekki að segja hérna í fyrir ekki að Suðurnesjabæ var ég ekki að segja að það var líklegasti meirihlutin þar. Líklegasti meirihlutin er Miðflokkur og Samfylking. Já. Lækkaðist eitthvað í honum og heyrst ekki í kallinum í honum Ara. Nei, við vorum að færa okkur yfir Viðreisnar vögguna. Er ekki Viðreisnar að fá samt alltaf menn sem það voru að biðja um? Já, við erum þarna og við erum komin inn á kostingum. Nú fyrir við hérna og skoðum hjá okkur Reykjavík, Viðreisn. Þeir eru að fá 2 og voru að búast í 3. Nei. Það getur alltaf talist góð niðurstaða fyrir Viðreisn. Þeir eru 2% undir. Það er ekki að fara að breytast. Ég sé enga leið til þess að 2% stig sé að fara að breytast þegar þú búin að telja 40% atkvæði. Það er meir. Undir 1%? Já, það getur alveg skil. Já, það sé ekki að reyna að olbóa sig í gegnum þvöguna. Það er ekki þannig sem að þarna kemur hún, gengur í salinn. Það sjáum við Björg Magnúsdóttir. Björg Magnúsdóttir. Minnir mig á einhvern Björg sko. Hver er það sem hún minnir mig á? Ekki þekki hana. Var hún í Jónnes? Kemur það fram hér eða? Einar eldri en ég. Það er miðbænum og vesturbænum. Já, nú skulum við heyra rétt aðeins svona meðan formum flokkana þegar að koma sér byrjun. Það gæti verið sko. Er þið ekki að aðeins að missa? Borgarfulltrúa okkar eins og sakir standa og það eru örfá atkvæði í Þorvald.
Þeir að fá auka borgarfulltrúa. Þeir voru að búast til 3 en þeir að búin að 2-falda niðurstöðuna. Nei, þetta eru góða niðurstöður. Þeir ekki hljóta. Það er alltaf erfitt að vera með mikla vætningar. En þetta getur alltaf verið léleg niðurstöðna með við seinast, sko. Og það skiptir máli. Við erum búin að snúa við Reykjavík og við ætlum að halda áfram að snúa Reykjavík við. Við ætlum að snúa við forgangsröðuninni, við ætlum að snúa við stemningunni, við ætlum að snúa við biðinni. Hverju fleiri vil ég snúa við? Má ég heyra? Hverju fleiri vil ég snúa við? Það fyrir eftir hvort það komist í meirihluta. Þið er alveg sjans. Any questions? Það er að ganga í hús þar. Sjáum við það að Pétur Hafliði Martinsson kominn í hús á kosningu upp á Samfylkingarinnar. Mig oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík. Ég held að hún er fréttakona á RÚV. News Report, því að flýtti tækina bara það. Hún er samt úr miðbænum og einaður eldri en ég. Kristinsson hafa farið ennur. Geta ekki staðfest á LinkedIn sem sko. Það voru margir taldir yfir. Skulum heyra fyrst hvað hann segir. Hann eru að koma sér fyrir hér Kristrún Frostadóttir, Guðrún Hafsteinsdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Fótboltakappinn. Kæru félagar, þau samt að fá eitthvað svipað að voru búið sér? Við vorum að keyra í gegnum borgina rétt áðan og okkur hefur verið tíðrætt það að Reykjavík sé frábær borg. En samt ekki maður 1,5% fyrir við sena sko. Og svo jafn mikið að sætum sko. Þetta er ekki frábært. Síðan að Ingibjörg Sólrún tók við borginni þá hefur borgin verið byggð upp á jafnaðarmennsku. Og þess vegna er borgin svona góð eins og hún er. Ég verð samt að segja, ég er drullusvektur. Við erum með 5 manns inni núna. Ég bjóst við, þegar við byrjuðum þessa vegferð, að við verðum að fara að taka 7. mannin og 7. mannin inn. Við höfum ekki almennilega náð í gegn. Það hefur einhvern veginn, þessi hægri sveifla sem við höfum talað og verið aðeins hrædd við, hefur aðeins náð yfir. Ég óttast aðeins hvaða leið þau fara. En það er undir okkur komið, kæru vinir, að halda dampi vegna þess að við vitum að stefnan okkar hugmyndafræði, okkar sýn á borgina er góð. Við komum á kosningavíku Vinstrisins, þar sem Sanna Magdalena Mörtudóttir er að ganga í salinn. Og henni er eins og öðrum oddvitum fagnar. Þeir eru öll brjálegir sigurvegarar. Það er engin sem var að tapa í kvöld. Og fréttamaður okkur sem er á þessari vöku sagði að sennilega væri þetta skreyttasta vakan. Eins og hún hefur farið úr sósíalistum og joina Vinstri græna og kallaði Vinstri. Núna tapa ekki. Nú eru þeir bara að vinna. Síðustu mánuði og í upphafi árs þá var Vinstrið sko ekki einu sinni til, það var ekki einu sinni sko fæðing neðstaðar, þú veist, það var bara sjá hvar við erum núna. Auðvitað vonum við að við náum okkar yndislega steppa inn. Og ég vil þakka ykkur öllum fyrir að koma í þessa vegferð og treysta og sýna Reykjavíkurborg að vinstra fólk er tilbúið til þess að vinna saman. Vinna saman, segir ég. Sanna, hvað komast margir inn hér? Fenguðu 3 eins og við vorum að búast við. Við fyrir minna í Vinstrið. Takk kærlega öll sem að hafa
Það eru fá 2. Stefán Pálsson, getur betur gaur. Hann úti. Hann átti að vera inni í skona gönnum. Þau eru gjörsamlega mögnuð, við verum límd við skjáin núna þangað til að lokatölur koma, en ég segja bara, við erum á vegferð. Límd við skjáin, ég límdur við skjáin. Límdur við myndavélina. Já, og þetta var Sanna Magdalena Mörtudóttir á kosningavöku Vinstrisins sem hingað eruð komin, formenn Miðflokksins, Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar, verið velkomin. Kannski byrja á þér, Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Ég bara þínur núna viðbrögð við þeim tölum sem hafa verið að... Þau eru alltaf saman í stjórnarandstöðu. Það er auðvitað mikil gleði í mínum að máta sig í einhverja samvinnu, sko. Einlæglega sjálf. Við erum búin að upplifa stórkostlegt kvöld á kosningavöku Sjálfstæðisflokksins og auðvitað var þetta svona rúsina núna í pilsuendanum. Það voru seint að koma tölurnar hérna úr Reykjavík og við höfum fundið mjög mikinn meðbyr með okkur og framboði okkar hér í Reykjavík en sömuleiðis land allt. Ég hef á síðustu dögum heimsótt öll sveitafélög þar sem Sjálfstæðisflokkurinn er með framboð. Þau eru 34 og ég hef fundið það að grasrótin okkar að hún er alveg spriklandi spræk og alveg ofboðslega kröftug og öflug og mig grunaði það að kvöldi yrði gott en að svona stórkostlegt þess að raunin það er mjög ánægilegt. Einmitt og þess vegna ætlum við að staldra aðeins við núna á þessum tímapunkti að því við erum með Hildi Björnsdóttur á kosningavöku sinni niður í NASA og hún er tilbúin í viðtal, skilst mér. Ekki rétt? Já, og svo höldum við áfram hér. Jú, ég er hérna á kosningavöku Sjálfstæðisflokksins sem er svona við það að ljúka því samt ekki að stuðið sé búið. Hildur, það var mikið þegar hún gekk hérna í salin og hún er hérna hjá mér, Hildur. Það er stutt, þeir eru nefn að Austurvöll, þið getur bara að fara í beint á Englis. 31,9% fyrstu tölur í Reykjavík. Hvernig bara leið þér? Bara ótrúlega, maður trúði valla sínum eigin augum og var bara, já, hálfpartinn hjartaáfallið þarna í stúdíónu en þetta er greiðlega ánægilegt og við erum mjög þakklátt fyrir stuðninginn. Og svo hvað tekur það við bara til dæmis á morgun? Á morgun tekur auðvitað bara við, já auðvitað förum við á Sprengisand og í Silfrið og allt þetta klassíska en það er auðvitað bara samtal við hina oddvitana og ég myndi gjarnan vilja eiga samtal bara við alla oddvitana sem ná kjöru inn í borgarstjórn og ég myndi vilja að við svona setjum okkur þá markmið að við myndum reyna að vinna mikið að tala um einhvers konar samstöðu og tala við stjórnarandstöðuna. En svo þarf auðvitað eiga samtal við oddvitana sem að maður sér fyrir hérna er manneska sem búin að vera í stjórnarandstöðu það er minni hluta að segja maður vist þetta er ekki náttúrulega sveitarstjórnum en ég hef líka sagt að ég myndi ég vona það því að farsæl í því að vinna með allir borginni það er eitthvað sem heldur allir meiri hlutar að mættu gera betur betur á íbúana og ná meiri sátt borgin okkar. Og ertu þá að hugsa þá kannski flokka sem að voru að fá góða kosningu? Já, það hafa auðvitað einhverju flokkar útiloka hver annan, þannig að það er ekkert rosalega margir kostir á borðinu, en við eigum 2 mjög skýra kosti miðað við fyrstu tölur. Þetta getur allt bara á fleygiferð núna í nótt. Það er 2 skýra kostir. Þetta kemur beint inn af frá Gunni. Þetta sem hún er að segja. Reykjavík líklegast meiri, nú lítið það að vera að tala um annars var að vinna með Miðflokknum og hins var að vinna með Framsókn og sé á alla er hún að tala um að vinna með Samfylkingu. Það er því stæðsti tveggja flokka meirihlutin. Ég ger það fyrir að það sé ekki kosturinn sem hún er að hugsa um sko. Ég hugsa þessi Framsókn og Viðreisn og hún og mögulega er hún búin að vera að hugsa mest um það hingað til þess að hann enda að hugsa um þá það var eini möguleikin í öllum kosningum, í öllum könnunum en hún hlýtur í eitthvað að hitt sko og ég vil benda á enn aftur 85 hérna í samstöðu sko. Það er bara alveg þeir eiga mikið meira samlið en ég held að margir átt sig á. Hvað segir þið sem mig? Þar að voru 3 áður tökum Grindavík með, það voru komin í 22 úr 6 og það er ekki búið að klára allstaðar sem að stefni í fjórföldun á bæjarfulltrúum ótrúlegur árangur í bæjarfélögum sem við höfum aldrei boðið fram áður ég geti talið upp en þau eru mörg sem gera það nú voru þeir að vinna Suðurnesjabæ er þeir nýjir þar eða Suðurnesjabæ já heldur betur ef þetta verður niðurstaðan það eru nýjir þar til dæmis og eins og ég bendi á þá er þeir líklegir í meiri en ef þetta verður niðurstaðan þá er þetta alveg hreint ótrúlegur árangur í Reykjavík og reyndar mjög góður árangur
líka augljóslega hjá Sjálfstæðisflokknum og ástæða til að óska þeim til hamingju með það og ekki bara í Reykjavík. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa svona gegnum tíðina verið mjög ráðandi á sveitarstjórnarstiginu og það við sveiflast annars staðar þá hafa þeir verið mjög sterkir þar og að koma báðir svona heildina litið ágætlega út úr þessum kosningum en það komið nýtt afl í sveitarstjórnarmálin á Íslandi og búið að festa sig í sessi í sveitarfélögum allt land. Ég var að publisera og segja núna nýjar upplýsingar Reykjanesbæ 8.800 talin atkvæði. Nú hljóti Akureyri og Reykjanesbæ eitthvað sem ég vil skoða. Ég held að Akureyri hafa ábyggilega breyst mikið. Mér finnst þess að ég hef ekki talað Reykjanesbæ í kvöld. Ef við ekki bara segja gott með þessa miklu leiðtoga og skoða Reykjanesbæ. Við ætlum að byrja á Akureyri. Við ætlum fyrst að sjá hvort að Akureyri hafi færst. Við vorum komið 9.400 atkvæði fyrir tæpum klukktíma. Það eru reyndar nýjar upplýsingar að koma inn held ég þar. Getur það ekki verið? Hvað eru margir búar 20 stjána? Við erum ekkert búin að telja. En þar eru niðurstöðunar nánast að sömu. Ekki mikill munur. Sjáðu skilur. Þetta er með lill munur. Hérna fór hann upp úr 0,4 yfir í 0,9. Við fórum 0,5% þegar upp. Þetta er kannar eftir svona munurinn sem getur mögulega búist við. Engin munur hér. Þú veist, já, eins og ég segi, þú veist, það þarf þá að vera eitthvað í varandi talningunni Reykjavík sem geti valdið því að þetta væri eitthvað öðruvísi. Reykjanesbær eins og það hann hér, búinn að, komna nýjustu upplýsingar, nýjustu talningar, 8.820 talin, jú, yfirleitu kostningar nýjustu. Þar Sjálfstæðisflokkurinn með tæp 40% og fer upp 2 menn. Upp 11%. Mikil sjálfstæðisveifla þar sem því það þeir eru að fá hérna 2 nýja menn inn á lista. Ekki það getur verið eitthvað sem fólki sé nýtt sko. Ég veit að en þú veist hérna bæði Alexander Ragnarsson og Guðbergur Reynisson mögulega orðin einhver menn. Þeir eru hérna bæjarfulltrúar báðir þannig að þeir hafa fært sig ofar á lista og samt lent inni. Já. Svona er þetta, þeir hafa farið tæki baráttusæti, þeir hafa fundið þetta á sér. 5 upp fyrir Framsóknarflokk, 5% upp, það er nú líka gott, en álíka mikið af mönnum. Viðreisn nýtt framboð með engan inni, fengt samt 5%. Reykjanesbær er ekki svona right-wing liberal bæir sko. Miðflokkurinn fær sem mann, já, og það nýðir inn. Samfylkingin að tapa 1. Þetta er svolítið mikið svona með samfylkinguna. Hún að tapa hérna kannski 1-2%. Stundum dettur maður niður fyrir vikið, en ekkert mikill munur. En hún að tapa samstarfsaðalinn sinum allstar. Hún að lenda í einhvern svona augljósum minnuluta. Meirulutin líklegastir, það bara miðflokkur og DSR segir hérna forritið mitt. Það vegna þess að samstaðan þar bara 80, hún í grænu sko. Þeir eru eins og í Reykjavík bara rosa líkir, þeir eru ekki jafn líkir þeir í Reykjavík eru 85 fara mjög vel saman svona samkvæmt fræðunum eins og ég útreikna þetta en í Reykjanesbær það 80. Ef þeir myndi skipta út miðflokknum og frekar vilja vinna með Framsókn sem svona klassískt Halldór Ásgríms, Davíð Oddsson 90s samstarf þá það líka ágætis samstaða þar 71, þetta nú ekkert lélegt en umtalsvert lélegra en við flokkurinn, svona miðavökunni þeir svara spurningum ég ætla að klika á hann til að sjá hvað væri þá helsti ástætingarsteinin hérna í Reykjanesbæ sem kemur veg fyrir það að miðflokkurinn fara að vinna með sjálfstæðisflokki þar snjómokstur og götusúpun þeir eru mjög ósammála þetta ekki það valla það hérna mikið mál ánæði með þjónustuna það
það með svona veik spurning, svona hérna óskýr spurning og síðan hérna ekki loka og síðan þetta munurinn á því að vilja hvort það eiga skilda það að sveitarfélagið gefi aðgang að leikskóla. Alltaf óvart hvað Sjálfstæðisflokkurinn þú veist, að heilt yfir alls þar á móti því að leyfa það. Ég skil kannski sko, þú veist, að vilja niðurgreiða eitthvað umfram það sem verður niðurgreiða í dag eða eitthvað, að maður haldið að þetta væri tiltölulega óumdeilt á Íslandi að veita leikskólapláss sko. En já, þetta er Reykjanesbær. Þetta var við hliðina á það sem ég ólst upp. Við erum að tala stóra sveifluna hjá þeim. Hann Vilhjálmur Árnason, hann að keyra í gegn stórsigur. Hann suðurkræklingur og þekktur alþingismaður. Var hann ekki að flytja úr Grindavík? Já, hann flyttir hérna með fjölskyldunum frá Grindavík til Reykjanesbæjar vegna eldgossins og vinnur síðan prófkjörið með 1000 atkvæðum sko. Þú veist, talandi bakland. Já, Vilhjálmur, já, þú ert mögulega að fara að stýra sér bæði stjórn. Það virðist vera. Herðum að sjá hvað er nýtt. Einhvers það nýjar niðurstöður? Að fara hérna yfir hér. Er ekki með klukkuna á þessu? Síðast byrt klukkan 12. Ég þarf vist að endurlaða diski. Já, nú þetta var að koma 1.30 hvað klukkan ána? 2.30 er eitthvað sem kom hérna 2.14 blá skópið, við skulum skoða það. Síðan hérna er ég að spá er eitthvað annað sem hefur komið hérna seinasta klukkutíman. Það er nú ekki mikil hreyfing á þessu. Hérna 2 aftur, það er Reykjanesbær, við vorum að skoða þá og definitely teka blóðskópið. Það er nú ekkert heyrst og sögum sem sveitafélagum lengi sko, ekkert byggst hérna Súðavíkurhreppi. Hvað lengi er erfitt að færa atkvæði. Það verið málið. Það verið ekkert nýtt nema bara blóðskópið þennan nýlega. Þannig ég ætla að fara og skoða hana. Við erum að tala Grímsnes, hvað er eftir blóðskópið? Er ekki blóðskópið þannig við hliðin á Árborg alveg uppi. Já hérna er klára niðurstöður 70% 68,5 fyrir T-listan. Hérna er íþróttakeðurinn Helgi Hjartarson að vinna stórsigur og í kosningaúrslitum senast fenguðu 70. Ok, stórsigur, ok, þetta er bara sami sigur hún að senast. Lítil breyting. 1400 íbúar sem búa hana, það er sæmilegt sveitafélag en ekki mikill munur. En T-listin hérna, hann heldur sínu striki og ætlar að vera alltaf áfram að vera með hérna hreinan meirihluta. Það er alveg hreinu. Hvað er í gangi á RÚV? Ég skoða þar núna. Þau eru að tala við leiðtogana. Hópi fólks sem hefur trú á eitthvað og ég stend sterk í minni pólitík og ég stend ennþá með öllu því sem ég hef sagt, hvort sem að tengist þessari kosningabaráttu eða í aðdragandana hennar og það sem við erum að gera í ríkisstjórninni. Það er bara það sem formaður í stórum og sterkum flokki gerir. Hann styður sitt fólk og ég er gríðarlega stolt af árangri sem við erum að sjá víða landið. Þannig eins og ég sagði, við erum alveg meðvituð það að víða hefði átt að gera betur, annars þarfum við að halda sjó á ennari stöðum að festa okkur í sessi. Þannig að samfélagin kemur bara ágætlega út úr þessum kosningum. Henni var ekki boðið leið, hún bara kom hana inn hana. En við erum líka fjárfesta í flokkinum. Út úr þessum kosningum. Nei, sko, eins og ég sagði, við vitum alveg... Það voru margir sem sögðu að það hefði ekkert hjálpa flokknum og hún fór að pota sér inn í sveitarstjórnarkosningar. Hún hefði mögulega fundist eins og hún er með það mikið svona sjarmaskildur og var að vinna stórsigur alþingiskosningum. Hún geti komið það inn
hann átti sig ekki á því að núna hún orðin the establishment sko. Það hjálpar ekkert þeim sem eru að reyna að breyta til að fá hjálp frá the establishment sko. Varandi hvað tekur síðan við. Ég meina, þessi vegferð sem er verið að vitna til og verður meðal hans kosið í ágúst, ég meina þar á einmitt heldur betur að spyrja þjóðina hvað hún vill gera og ef hún vill ekki fara inn í Evrópusambandið þá verður ekki farið þar aðildarviðræður. En nú finnst mér eins og það getur vel verið að það sé bara fara þannig, Kristrún, að þeir sé fara að kjósa gegn Evrópusambandinu ef það er brjálega hægri sveifla alls þar og Viðreisn að tapa á fullu. Frá Samfylkingin yfirvörð, það ekki einhvern veginn skilaboð það að ESB-málið sé ekki vinsælt. Svo ég ætla bara að lofa því núna að við fylgjumst með því á lýðræðisveislan.is með þeim kostingum. Það verður eitthvað, við viljum einhvern veginn sinna því. Það er að finna leið hvernig samt. Víða fest okkur í sessi, við erum að bæta við okkur mönnum víða hringinn í kringum landi. Þetta er erfitt hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta hefur alltaf verið erfitt í kragunum, hann hefur verið mjög blár í langan tíma og við erum svona að verja okkar í Reykjavík. Flokkurinn hefur náttúrulega verið stóri í Reykjavík í langan tíma áður en að ég kom líka inn á þetta svið og ég skil alveg að af og til vilji fólk sjá breytingar. Þannig að þetta eru blendnar niðurstöður, víða hefur þetta gengið mjög vel, annars staðar hlustum við bara og eins og ég segi, ég veit og hef mikla trú á Pétri og nýju fólki hvað sem er komið inn í borgarstjórn fyrir hönd Samfylkingarinnar. Þetta er fólk sem kom nýtt inn vegna þess að það vissi að það vildi það verður að liðna 4 klukkustundir sem byrjaði þetta streymi og núna hefst bara það samtal strax á morgun. En við skulum alltaf að sjá hvað setur, nóttin er ekki liðin, það er mjög vinsælt orð að segja hérna í kvöld að nóttin sé ung og sérstaklega þeir sem eru að bíða eftir betri tölum og við veitum það þetta eru bara fyrstu tölur í Reykjavík. Þeir sem bíða eftir betri tölum, þeir munum bíða fram í Sigmundur Davíð rauðan dauðan. Guðrún Hafsteinsdóttir og Kristrún Frostadóttir, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar í kosningavökuna. Takk. Og við ætlum að Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, hún er á vöku Viðreisnar og náði tali af formanninu Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, eftir fyrstu tölur. Skulum heyra það. Já, það er stemming hérna í Kólaportinu eftir að fyrstu tölur Reykjavík voru tilkynntar og ljóst var að Viðreisn bætti við sig einu manni. Nú Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar. Já, hvernig líst þér á gengi Viðreisnar? Það væri gaman sko að fara hérna hringinn og streyma af símanum sínum á mismunandi kosningavökum og henda þið inn á OBS í næsta skipti sem gerir þetta. Blanda bara saman. Maður þarf ekkert marga trukka á einhverjum tækjum og tólum til þess að gera þetta lengur sko. Flokkur á miðjunni sem er að reyna að draga öfgarnar inn að miðjunni og það er mjög mikilvægt fyrir okkar grunngildi í íslensku samfélagi. Eftir þessa fyrstu tölur þá er Viðreisn með 2 borgarfulltrúa. Hvernig meiri hluta myndir þú vilja sjá hér? Já, við erum náttúrulega að bæta verulega við okkur og nóttin er ung enn og ég vonast til þess að við náum Þorvaldi Davíð inn að því hann er svo mikilvægur fyrir... Er hann eitthvað nálægt í að fara inn samt? Þorvaldur Davíð leiðin inn. Ákveðin áskorun núna að einmitt að sjá hvort að við sjáum Reykjavík. meirihluta afturhalds eða meirihluta flokka sem að eru einmitt frjálslyndir horfa til framtíðar og þora að gera 10. það án þess að vera með Það þurfti umtalsvert, nei, ég held að það sé enginn þriðji maður að koma inn fyrir Viðreisn sko. Einmitt hugsum þessi grunngildi sem að við Íslendingar stöndum fyrir og höfum gert í gegnum áraraðir. En nú er Sjálfstæðisflokkurinn verið að vinna stóra sigra víða á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars hér. Vilt þú eitthvað reyna að skýra það? Já, ég held að mörguleiti er bara öflugt fólk og ég bara tek hatt minn ofan fyrir mjög mörgum. Síðan er hitt sem að við náttúrulega hefum líka séð, hafandi áður verið í stjórnarandstöðu, að það er ekkert alltaf, það er hjálplegt stundum að vera í stjórnarandstöðu. Ég hins vegar, ég horfi bara til Viðreisnar og ég er bara ótrúlega þakklátt og glöð fyrir að finna það núna síðustu vikur að við erum einmitt eins og ég segi, við erum að ná þessari fótfestu. Ég hef sjaldan eða aldrei upplifað jafn mikla gleði eins og ég hef verið að upplifa á síðustu dögum í gegnum sveitarstjórnarkosningar og sjá fullt af nýjum andlitum, frjálslyndum andlitum sem að vilja mitt standa vörðum þessar hugsjónir sem að við í Viðreisn stöndum fyrir frelsi og þannig að við öll getum notið okkar í íslensku samfélagi. Já, eins og Þorgerður Katrín segir, nóttin er ung, hún er rétt rúmlega 1:30 og það margt eftir að gerast. Nei, hún er 2:30 frá Kólaportinu.
takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir á kosningavöku Viðreisnar. Já, og Eva Björk Benediktsdóttir á kosningavöku Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ. Þar flokkurinn samkvæmt nýjustu tölum með 58% fylgi og 8 af 11 bæjarfulltrúum. Já, það aldeilis flott. Breytir ekki miklu þegar hvort sem eru hreina meirihluta. Jú. Niðurstöðu eftir fyrstu tölur. Það mikil gleði hjá fólkinu og hérna hjá mér bæjarstjóri Garðabæjar, Almar, þú hlýtur að vera ánægður. Já, við erum mjög ánægð. Það ótrúlega gaman að uppskera eftir mikla og langa kosningabaráttu og ég ótrúlega ánægður bara með fólkið mitt og þetta bara fyrir sjálfstæðisfólki í Garðabæ sem hefur staðið sig gríðarlega vel núna undanfarnar vikur. Það komið þér óvart að þið séu að bæta við ykkur manni? Já, sko, við áttum vona, við fundum meðbyr en það ótrúlega ánægilegt að finna að það skilir sér í tölunum. Þannig að við erum bara ótrúlega glöð. Hvaða mál eru svona hafa verið ykkur mikilvægust í þessum kosningum? Já, ég held að íbúarnir finni bara að allir grunnþættir sem að þurfa að vera í lagi í rekstri sveitafélags eru í lagi hjá okkur og ég bara mjög ánægður með að kjósendurnir, þeir kjósa með þeim hætti og veit okkur afgerandi umboð til þess að leiða okkar góða bæ áfram og það bara ótrúlega bjart framundan. Að lokum, hvenær heldur þú að síðasta fólki verði farið hérna út? Já, þetta er erfiðasta spurning sem ég fengi í allri kosningabaráttunni. Ég held að verði mjög erfitt að fá þau út. En það gaman hjá okkur og ég líka ánægður með að það mikið ungu fólki með okkur. Þetta frábært. Takk fyrir það, segjum það. Og við ætlum þá að kveðja héðan úr Garðabænum. Já, takk fyrir það, Eva. Já. Og nú ætlar Heiðar að spá eitthvað í tölur, eða ekki? Já, ég ætla að fara yfir smá talnasúpu núna. Nú tökum við nokkur sveitarfélög. Byrjum á því að fara til Akureyrar. Þar ætlum við að fá Múlaþing live. Ég vil bara sjá það. Þetta staðan á Akureyri. Þú getur talað Akureyri allan dag. Ég held til þess að Múlaþing sé komið og ég spenntur fyrir því. Við veitum að Múlaþing hérna Seyðisfjörður og Egilsstaðir og við erum ekki búin að heyra frá þeim í allt kvöld. Ég komið þetta? Jöp, við erum komið niðurstöður, einhverja niðurstöður. 2630 atkvæði talin, það valla öll atkvæðin samt sko. En við erum að tala Sjálfstæðisflokkin hérna með 30%. Það einu manni meira, en ekki nema sko rétt 1% munur hérna sko frá milli úrslita. Það er nóg til þess að fá einn mann til viðbótar. Og þar eru við þeir með 3 áfram, þannig að það hérna stóri listar og einn hérna, miðflokkurinn að fá einn og heldur einum en að fá samt 5% meira, þeir eru ekki græðið mikið á því, meðan Sjálfstæðisflokkan alltaf að fá einni viðbót. Þetta hondkerfið alveg fyndið sko stundum. En ellistinn, hann að tapa, hann missir annars helmingin. Og vinstri hreyfingin grænt framboð 2 en þá 2. Þannig að það er hérna Sjálfstæðisflokkurinn sem að fá auka mann. Líklustu meirihlutin DOB 82 samstæðan. Hinn tveggja flokkastjórnin, tveggja listastjórnin væri þá D og vinstri grænir. Það er eins og kannski maður geti ímyndað sér þá er munurinn þar töluvörður. Í staðan fyrir að segja 82 samstöðu þá er samstæðan að 66. Við erum að tala þriggja flokkastjórn af sko öllum hinum flokkunum. Þeir gætu tekið sér saman hérna BM og vinstri grænir og með töluverða samstöðu þetta er ekki hinum flokkunum, B er hérna bæði, þannig að B getur valið að vinna með Sjálfstæðisflokki eða taka hérna með sér. Fyndið, það er áhugavert. Það er einhver möguleikar hérna, en það sem liggur kannski beinast við væri D.O.B. verður því 2 stórir. Þú þekki ekki dýnamikina fyrir austan, hvort að þeir séu hérna óvinnir, þú veist, hvort að þeir séu 2 turnar eins og maður segir sko, myndi ábyggilega ekki vilja vinna saman sko. En hérna fólki hefur komið hérna, þau voru að komast inn að sína 4, Berglind Harpa Svavarsdóttir og Þórhildur Katrín Stefánsdóttir, Ívar Karl Hafliðason og Einar Freyr laganemi. Það er þessi auka maður hérna í honum sko. Þar eru þau að fá hann
þannig að það gífurlega spennandi og hvað í gangi maður sjá hvað í gangi með B við erum að tala þar Jónínu Brynjólfsdóttur safnstjóri hún forseti sveitarstjórnar þannig að hún hefur það væntanlega verið að leiða meðlita áður sko. Og fólk verðist vera semmilega ánægt með það voru þeir saman í meðlitaðina þau eru átt okkur á því sko, þegar ég að safna sem upplýsingum á lýðræðisveisluna það ekkert mál að finna tölfræðilegar upplýsingar niðurstöður kosninga en það að fá upplýsingar hvernig meirhlutanir eru það ekkert endilega alltaf skráð eitthvað á einhvern miðlægan gagnagrunn sko. Það ekki alltaf auðvelt að fá en það breytist það bara huglægt sko. Hverjir að vinna saman það getur bara eins og í Reykjavík það breytist það á miðju kjörtímabili maður sjá var ég ekki búin að fara yfir Reykjanesbæ ég ætla að sjá hvort það var konar nýja tölur þar ég var með 8.820 og hvað talin þar senast og RÚV í Reykjanesbæ ég að missa tölum í Reykjanesbæ Reykjanesbær með lokatölur já og kjörsjótt 5050 vá hvað það lítil kjörsjótt það bara ekki nokk já ok þannig að ég var með lokatölunar bara áðan þegar ég var að tala þar ég var greinlega undan RÚV að kynna þér í beinni þótt ég sé að fá upplýsingarna frá þeim en 51% kjörsjótt það hrikalega lágt með þér en var ekki fréttum daginn að vera 30-40% erlendir fólk á kjörskrá var erlendir fætt erlendis það kannski bara ekkert að skila sér í kjörklefana eða hvað í gangi já þannig að þetta skemmtilegt þetta áhugavert við förum núna aftur og sjáum hvort það sé eitthvað meira í gangi ég ætla að skoða listan mín megin eitthvað nýtt nei, ekkert nýtt nýjasta sem ég fekk var live in 16 sekundur Akranes Akureyri, Húnabyggð, Skagafjörður klukkan hvað var þetta var fyrir 28 mínútum við ætlum að prófa að fara á Akranes til að sjá hvað gangi þar hvort það sengar mikla breytingar Akranes 4.390 talin kl. 1.27 þetta ekki nýja tölur þá eru komnar einhverja nýja tölur þar Akranes já nei 6.000 á kjörskrá 70% af því það að byggla lokatölur komnar þannig að ég var kom með lokatölur klukkan 1 þegar ég talaði þetta senast það hefur ekkert breyst neitt á það 1 2 3 1 og 1 og allar niðurstöður eins sko, eitt sem þetta í hug núna þegar ég að gera vinna í þessu þú veist það sem sko, ég með gervigreindina og forritin á bakvið að safna upplýsingunum og uppfæra síðan as we go sko, með þú veist í samvinni við mig en ég sé núna sko að ég geti auðveldlega verið með gervigreindum með 2 á sama tíma sem getur verið að hjálpa mér að benda mér á skilur það sem breytist þannig þegar ég færi inn á nýju síðu og ég myndi vilja vera að annotera hana í beinni útsendingu sem ég að gera núna þá get ég mjög auðveldlega að fara að tala þú veist bara láta hana segja hvort það var einhver breyting var engin breyting eða eitthvað svona það getur verið virkilega gaman hvað í gangi á rúv.is hvað það að tala þar feikjum aftur á sjórpinu meirihlutann
meirihlutin hérna heldur, það Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. En það líka hægt að mynda meirihluta ef við gerum svona. Byggðalisti og Sjálfstæðisflokkur geta til dæmis myndað meirihluta eða... Ég var skoða þetta með þeim á sama tíma. Skagafjörður, við vorum að gera það áðan. Til dæmis. Eitt sem þeir ekki að gera að skoða hversu líklegt þeir séu að vinna saman. Sko. Kíkjum á Þingeyjarsveit. Við vorum ekki búin að skoða Þingeyjarsveit fyrir kvöld. D.O.B. Hér eru þrír nýjir flokkar í frambúði. Enginn þeirra bauð fram síðast og þeir listar sem að bauðu fram síðast bauðu ekki fram aftur. Hér verið að fækka sveitarstjórnarfulltrúum úr 9 í 7. Álistinn fær 49,1% og hreinan meirihluta í 7-manna sveitarstjórn. L-listi framfara 2 fulltrúa og N-listinn 1. Bara 2 fulltrúa líka. Álistinn stendur fyrir álisti ábyrgðar. Það voru reyndar heilmikið læti í sveitarstjórninni í Þingeyjarsveit á þessu kjörtímabili, síðasta sem var að ljúka og skiptum sveitarstjóra meðal annars. L-listinn, talandu sveitarstjóra, þá var Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, fráfarandi oddviti Viðreisnar, var sveitarstjóra efni L-listans, en það verðist nú ekki ætla að takast. Kíkjum á lokatölur úr Borgarbyggð. Það var ekki komið með þær. Ég var komið með þær áðan. Við vorum búin að kíkja á tölur frá Borgarbyggð fyrir kvöld, þannig að við skulum kíkja á þróun talningar. Já, ég held það. Hér hefur engin breyting orðið á skiptingu bæjarfulltrúa, sveitarstjórnarfulltrúa. A-listinn með 2, B-listi líka með 2 og D-listi 3, þeir eru að bæta við sig 1 og miðflokkurinn sem hefur ekki boðið fram áður í ekki frekar A-listinn, Borgarbyggðarlistinn, þeir fá 2 menn kjörna. Við getum kíkt á hvernig þetta lítur út. Framsóknarflokkurinn var með hreinan meirihluta en ég veist hvort að við sem að finna einhverja nýjar upplýsingar hérna hjá okkur. Sjálfstæðisflokkurinn með flesta fulltrúa, þannig að það líklega eðlilegast að ég ætla að biðja hann að laga fyrir mig. Þau geta mynda meirihluta með Framsóknarflokknum. Spyrja Klót, farðu hérna og ég ætla að segja vinsamlegast miðflokknum. Já, eða bara Bjóttu, please offer the option minnstur in möguleg the backend í Borgarbyggð. Kíkjum í Vesturbyggð. To order the municipalities Sameinað sveitarfélag Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps. Information Með hreinan meirihluta, N-listinn ný sín, bauð líka fram í síðustu kosningu. Það gaman að geta séð hérna sko þetta flokkar eftir þessari hérna kolumi hér, alveg lengst til hliðar. Svo ég geti séð hvað er glænýtt sko, hvað er að koma inn, auðvitað. Þannig að núna er ég komin þann stað að ég er farin að treysta honum til þess að autopublisera upplýsingum sem fær vegna hann er búin að vera að standa sig það vel líka allt kvöld, það verður ekki komið ein mistök. Hann skoðar að 5 minna fresti og þegar hann finnur nýjar tölur þá uppfærir hann hjá mér síðan að sjálfa. Þar T-listinn 68,5% og hreinn meirihluti í sveitarstjórninni. T-listi, ef að ég man þetta rétt, hefur verið með hreinan meirihluta í Bláskógabyggð í langa tíma. Það voru með 70% senast, þannig að þeir fara niður 1%, þótt fyrir uppi með eina. Leitt listan allan þann tíman og ætla ég að fletta upp í glósunum mínum sem ég er hérna með og reyna að rifja þetta aðeins upp. Já, T-listi hefur verið með hreinan meirihluta frá 2010 og Helgi hefur verið oddviti allan þann tíma. Við ætlum að skoða þá að þetta verður miklu þægilegra kerfi ef maður ekkert flokkað eftir hver er að koma seinast. Það var Árborg sem ég ætlaði að finna hérna á kortinu hjá okkur. Ekki Hveragerði, við vorum búin að segja lokatölur úr Hveragerði. En Árborg, við vorum komin með tölur þannig að við förum í þróuntalningar. Það er nánast engin breyting. Nei.
Þetta helst alltaf eins, sko. Þetta þú veist. Þó, hér reyndar Sjálfstæðisflokkurinn að missa 1 fulltrúa. Nú. Fer niður í 6, heldur hreinum meirihluta, en það Viðreisn sem að kemst hér á blað, tekur 1 mann frá Sjálfstæðisflokknum. Þetta ekki samt milli talninga, þetta hérna. Kíkjum á það hún Heiðrún Kristmundsdóttir sem að komast inn í sveitarstjórnina, í bæjarstjórnina í Árborg og hún einmitt systir oddvita Viðreisnar í Garðabæ. Þetta frá? Guðlaugur Kristmundsson. Þannig að viljið þið taka við? Þú ekki Árborg hérna? Ég bara talnasúpa, þetta uppáhaldsrétturinn minn, þannig ég bara mátt endilega halda áfram mín vegna, sko. Hvað segir þið Hafsteinn og Eva? Svona svolítið síðan við sáum ykkur síðast, margt sem að... Hún inni, hún Heiðrún, verkefnastjóri. Hvað gerir þú, Heiðrún? Hvað metur þú kvöldið hingað til? Já, körfubolta. Það var svolítið lagða línjötan hérna þegar við vorum hjá okkur fyrir kvöld, sko, þess að við vorum alveg búin að sjá, sko, að Sjálfstæðisflokkurinn var að koma mjög sterkur inn og hérna, ég held að hann hafa neila bara styrkt en hitt, sko. Velkomin í bæjarstjórn í Árborg, Heiðrún. Já, það kannski þetta að við sjáum, sko, það þessir hérna svona gömlu flokkar, sko, það Sjálfstæðisflokkurinn, það Framsóknarflokkurinn, þeir svolítið þeir hafa verið sterkir á sveitastjórnarstiginu og náttúrulega við undanskiljum aðeins höfuðborgarsvæðið og horfum svona meira út á landi eins og við höfum að gera núna í þessum tölum að þá erum við að sjá það, sko, og svo svona, já, en þú veist, staðbundnar aðstæður sem að ráða en það klárlega það sem að gerast hérna í Kraganum held ég að sé og í Reykjavík líka, sko, að Sjálfstæðisflokkurinn gríðarlega sterkur. Já, þetta þetta segja margt þessar kosningasigrar sem að Sjálfstæðisflokkurinn vinna og við höfum svo sem rætt það mikið í kvöld. Spegilmyndina því kannski að skoða ríkisstjórnarflokkana. Þetta sjálfmálafræðingar einhverjir. Það erfitt að bera saman úr alþingiskosningum og sveitarstjórnarkosningum vegna þess að þetta ekki sömu sveitarfélögin. Getum gert þetta í Reykjavík og meðan við sátum hann segist búin að laga fyrir mig með fyrstutölur í Reykjavík þá eru Samfylking, Viðreisn og Flokkur Fólksins ríkisstjórnarflokkarnir að fá 32% í Reykjavíkurborg en fengu 54% samanlagt í báðum kjördæmum fyrir 1,5 ári síðan. Gríðarlegur munur og auðvitað þetta ekki þannig að þetta sé bara hægt að yfirfæra tölur beint úr alþingiskosningum yfir í sveitarstjórnarkosningar. Þetta hlýtur að vekja smá viðvörunarbjöllur fyrir ríkisstjórnarflokkana. En þetta merki einhvers konar hægri sveiflu sem komin á sveitarstjórnarstigið núna? Miðað við, sko, ef þetta niðurstöðu kosninga sem við verðum að fara yfir hérna í kvöld? Já, það má kannski segja allavega að við séum svona að sjá þetta raungerast sem hefur verið talað að það væri svona verið að fara í einhverjum meiri átt til hægri. En við vitum það þetta líka að þetta verður nú oft svona að það koma sveiflur svolítið til vinstri hérna fyrir nokkrum árum og svo það núna að fara til hægri. En klárlega, sko, að eins og ég segi, sko, Sjálfstæðisflokkurinn að styrkja sig mjög mikið. Miðflokkurinn kominn hérna inn í bara með, ég held ég, flestum sveitarfélögum sem hann var að bjóða fram í og ekki öllum. Og þannig að, sko, að það svona alveg í þá átt. En svo náttúrulega líka sáum við að voru við komin lokatölur í Mosó? Koma betur út heldur en var búið raunin að spá. Þannig að þú veist að það svona kannski eitthvað aðeins líka tilbaka. En jú, ég held að við getum eiginlega sagt að það sé svona allavega hægri dans. Hvar voru við Garðabæ? Voru alltaf þegar hann var búin að rústa þar en eru að vera búin? Hildur nefndi að þetta sé besta kosning Sjálfstæðisflokksins í borginni í langan tíma. Það án þess að í fyrirkosningum var engin miðflokkur að taka 13% atkvæða. Þannig að maður hugsaði þetta saman. Ari Edwald nefndi að þau verður sennilega ekki að taka mikið frá Sjálfstæðisflokki en eins og Ólafur Harðarsson benti á áðan þegar maður skoða streymi fylgis í það var að koma fleiri tölur frá Akureyri. Þá mikið fylgi að fara margir kjósendur Sjálfstæðisflokksins síðast eru nú að færa sig yfir á miðflokk sem gerir þannan kosningasegur Sjálfstæðisflokksins í borginni í raun og veru enn merkilegri. Þau eru að bæta við þessi fylgi þrátt fyrir að mikið fylgi sé að færast þarna lengra til hægri. Við hefum líka séð, sko, miðflokkinn í skoðanakönnunum á landsvísu, hann hefur verið á töluvert miklu flugi. Eða getur þú metið núna á þessari stundu hvort að þessar tölur núna þessum kosningum sé einhverju sambarilegar við þetta fylgi sem við höfum verið að sjá í könnunum?
Miðflokkurinn hefur auðvitað verið lengi að mælast mjög vel í könnunum til Alþingis. Þannig að ég held að það sé rétt sem að var nefnt hérna áðan að það er erfitt að ná fótfestu á sveitarstjórnarstiginu. En það er kannski gaman að ræða að hrósa þessum skoðanakönnunum sem hafa nú yfirleitt verið lastaðar mikið að þær eru nokkurn veginn að mæla rétt hérna í Reykjavík nema þetta sem er að gerast með Miðflokki. Ekki maskínan fyrir 2 dögum, en Gallup, já. Og það geti valdið því við sjáum myndir af kosningavöku Miðflokksins gríðarlega mikið af ungu fólki og þetta er fólki sem er erfiðast að ná í skoðanakönnunum. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugaverð þróun að sjá hérna hvort að þetta sé viti á gott fyrir Miðflokkinn. Ungt fólk að kjósa Miðflokkinn, það lítur auðvitað staðfesta það einhvern veginn. Erfitt að draga svona beina línu á milli. Já, þá er spurning hvort að við ætlum að athuga aðeins hvernig gengur á stærsta talningarstaðnum þar sem að María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, hefur staðið vaktina. Já, ég er allir spenntur að sjá hvað er að fara að ske í Reykjavík, er þetta ekki, hvort þessi allt bara sömu tölur eða ekki? Er verið að telja seinni hluta kjörfundaratkvæðanna og þegar það er búið, þá hefjast talningamennir hér við að telja utan kjörfundaratkvæðanna. Er það ekki einu upp í Breiðholti? Það hjá mér er Eva Helgadóttir. Eva, getur aðeins sagt okkur hvað það var sem fór úrskeiðis hérna áðan í fyrstu tölum? Það var bara slegið inn tala í vitlausa línu í Excel. Já, annað en sem við skeið. Nei. Þess vegna er ég að doppeltjekka mín megin að ég sé að slá þetta rétt, þetta sé allt slegið rétt inn. Það náðast að laga þetta á einhverjum mínútum. Þetta lífgar bara upp á stemminguna og eigur á hana. Ég ætla að sýna ykkur hérna einn dálítið sérstakann kjörseðil sem kom upp úr einum af kjörkossunum hérna. Hérna hefur ykkur kjósandi ákveðið að krota og exa yfir alla framboðslistana og ekki nóg með það en við líka haft fyrir því að teikna og líma hérna inn myndamanni. Sko ég myndi segja þetta ætti ekki mega. Svo núna ertu raun og verið að hvetja fólk sem er athyglisjúkt til að gera meira af þessu. Það er bannað að fara með myndavélar inn í kjörklefa einmitt til þess að vera ekki hvetja til þess að fólk sé að eyðileggja eftir seðla. Skólabræður mínir úr MR. Strákar, hvernig farið þið með svona kjörseðil? Já, þetta fer í úrskurð og það þarf vantilega að velta fyrir sig hvort að þetta sé ógildur seðill eða ekki. Kannski að Ólafur Þ. Harðarson geti eitthvað farið yfir þetta en ég hugsa að þetta verður nú metið ógild. Já, þetta fer nú í báða við eiginlega flest ákvæði kosningalagana þannig að það eru nú alla líkur til þess að við höfum eftir að úrskurða seðilinn. En þið hefðu nú ýmsa fjöruna sopið báðir tveir og verið í þessu í allmörg ár. Hvað er þið staðið þessu lengi? Ég síðan 2014, Ari síðan. Sama ár, þetta eru 4. borgarstjórnarkosningarnar okkar saman, okkar Tómasar, þannig að við erum alveg svona nokkuð vanir. Algjör í bakkabræði. Hafið þið einhvern sem að séð álíka seðla og þannig að það var saman í 4 borgarstjórnarkosningar. Algjör svona hérna. Svona í áttina. Algjör svona hérna. Kosningahjón. Ég mæla ekki með því, alls ekki, en þetta er, já. Hann er óvenju listrætt þessi seðill, verð ég að segja. Svona með þeim betri teiknurum sem ég hef séð að minnstu kosti. Hvað hefði fleira séð? Er einhverja vísur? Það eru einhverja vísur núna, sko, en það eru ekki það góðar að við kannski... Svo hvort sé komið eitthvað nýtt hérna og meðan þau eru að bladra þá get ég kannski skúpað einhverjum upplýsingum. Sko hérna get ég breytt núna nýjastu tölur efst, þetta er nýja hérna hjá mér. Og það er 247, það er fyrir 10 mínútum síðan, lokatölur Akureyri, nei hérna 1000 viðbóti Akureyri, þetta er lokatölur. Kostningar sem eru haldnar á landinu og Árborg, við vorum að tala um það og Fjallabyggð, við höfum ekkert talað um það nú skulum við fagga niður í þeim bakkabræðurum og skoða Fjallabyggð það er hérna spennandi er það ekki fyrst skipti sem við tölum um Fjallabyggð í kvöld er það ekki hér? Jú 3 flokkar niðurstöður 35,7% fyrir Sjálfstæðisflokk sem er 3% meira en í seinustu kosningum 33,5% sem er 5% meira en í seinustu kosningum og Samfylkingin kemur nýr inn með 30% en við þessu er að þú veist, það tapa hérna einu manni þeir fá 1 mannina í viðbót á 2%. Sjá hvað getur verið lítill munur stundum sko. En hálistinn á sama stað, Samfylkingin er greinlega að taka við einhverjum öðru frambóði sem er ekki lengur að hann. En líklegustu meirihlutinir er Sjálfstæðisflokkurinn Há saman. Há
og Samfylkingin mögulega saman, þeir eru bæði 76 en þeir sem geta ekki unnið saman væri Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn sem setur hálistan í 8 sæti að mínum mati. Við ætlum að skoða hérna hálistan það er hérna hálistin fyrir heildina, ykkar hagur, okkar starf fyrir samfélagið, fyrir umhverfið, gangstittur og göngustíðar eins og segi, þú stóru málunir og litlu málin þegar maður í sveitafélaginu. En þeir tveir sem að fara leiðin inn þar Helgi Jóhannsson, hann hafði nú samband hérna í kosningabartunni, vildi við breyttu myndum og fleira, fjármálaráðgjafi hjá Arion banka og hérna Arion banki Ólafsfirði hefur verið að nota hann hefur fyndið að þeir eru öll með svona svipaða myndir með svipaðan bakgrunn en hann hérna mætir í sína myndatöku með jólasvein og skíði. Hvað þýðir það? Ýmislegt hann hér hérna hjá okkur. Hann segir að í Fjallabæði 10 ár munum íbúum að fjölga verulega og það verður gott að búa og það verður komið nýjargöng inn í Skagafjörð og inn í Eyjafjörð. Það er náttúrulega eitthvað sem hann ræður ekki við því miður, það er ekki hans að byggja það svo gott að það verður nú en atvinnulíf verður blómlegt og fjölbreyttara og góða samgöngu verður milli byggðagerða fram á kvöld þannig að skutli á foreldrum minki. Þetta er ábyggilega eitthvað sem er bara eitthvað raunverulegt vandamál sem hann veit hana sko. Og er þá vantilega að tala það sem verður einhvers konar strætó eða eitthvað. Hlustur á Michael Bubble. Hinn aðilinn hana Kristján Kristjánsson, hann Vestlundsstjóri og frá Siglufirði, hinn var frá Ólafsfirði. Það er hérna góð balans í því. Hann Vestlundsstjóri kjörbúðunar og bifreiðstingur, alltaf ánægð með bifreiðstinga, þeir eru rosa flottir. En eins og segi, líklegasti meirihlutin hana það að annarkvort hálistin fari í samstarf með D eða fari í samstarf með Samfylkingu. Yes, og það er hérna það er náttúrulega þeir myndi græða á sko Sjálfstæðisflokknum að þýlitin til að þar væru þeir með fleiri menn en á móti kemur þegar þú vilt kannski ekki vera minniflokkurinn og ef þú ræður hvernig þú fyrir að vinna með þá myndir kannski vilja vera með einhver svona jafnara sambandi. Ég ætla að segja að þetta hálisti og Samfylkingin sé að fara að leita Fjallabyggð. Hvað var ekki með meira hérna? Ég ætla nú ekki að skoða mest lesið. Hvað er við samt komið þangað fyrir hérna núna? Hvað er í fréttum? Klukkan 11. Það er ekki að updata þetta hérna eins og ég benti á áðan fyrir kvöld og þetta nýja síðan mín sem ég tek utan fréttina sem aðalfréttinar. Þið sjáu hérna Morgunblaðið er að tala mikið kosningarnar, kosningavaktin hérna Vísir líka stór. Segir Guðmund Árni átti að hugsa sinn gang fyrr. Segir hvað Ingibjörg Sólrún. Stjórn til hægri auksín, segir RÚV. Fyrstu tölur Reykjavík, það fekk hérna, þetta er svona kloster af fréttum frá MBL, Vísir og RÚV, það sem þeir að tala allt saman. Og þetta er svolítið það sem hérna vefsíðan mín getur gert er það að þú getur séð á einum stað mismöndi fjölmiðla tala sömu fréttinnar og þú veist, alltaf stöðstu fréttinnar sem eru í gangi á hverju tímabili fyrir sig og hérna er þetta að sjá hvernig þetta þróaðist í gegnum nóttina sko, þannig að við fyrir minna hérna til miðnættis þá er þetta náttúrulega ekki aðalfréttin við þurfum að fara inn allavega til eitt óvænt útsliti úr Eurovision nú langar mér eiginlega að sjá það áður en við höldum áfram, hver vann Eurovision? Búlgaría en leið og við förum aðeins áfram þá fellur það hérna í hérna aftur fyrir fréttinnar úr Reykjavík sko. Þannig að ef ég hefði ekki haft þennan tíma á sinna þá ég ábygglega mista því hver vann Eurovision í ár finnstu að það er en þetta var ekki það sem ég ætla að gera ég fór nú bara óvartinga ég ætla að skoða hérna nýjustu niðurstöður prófum að restarta er eitthvað nýtt nýjar tölur Mosfellsbæ förum og skoðum það
Mosó einhverja breytingar 5 menn já hérna Framsóknarflokkurinn að tapa manni 21 niður í 20% að milli talninga sko hvað þetta mikill munur sko sjá hvað það getur skipt máli hérna, þetta fyrir sko 20,26 niður í 20,8 0,3% munur og hann tapar manni allt getur skeið þannig að hérna eitthvað í gangi þetta áhugavert og 10,1 hérna það 1 hann að fá manni það eins hver fekk hann mann sem þeir töpuðu 1 og 1 hérna 1 og enginn hérna fær miðflokkurinn mann inn áhugavert, þetta mun breyta meirihluta viðræðum í Mosfellsbæ, það engin spurning Samfylkingin, vantarlega það er vantarlega ekkert breyst þá skoðum við líklustu meirihlutana breytir þetta einhverju stæðsti meirihlutinn ennþá DL en hver tapaði Framsókn sem tapaði manni til miðflokksins það breytir ekki neina með því að D&M gæti mögulega verið að vinna saman hérna en þeir hafa litla samstöðu með að við aðra möguleika en ætla ég að segja að það sé D&L sem verður að fara að vinna saman L-listinn Árni Jónsson hérna Rjómarum það ekki hann sem hérna já, hann hérna þeir voru svolítið að senda líka á mig upplýsingar í aðdraganda kosninga til hamingju með það L-listinn þið eru mögulega að fara að vera í samstarfi með Sjálfstæðisflokknum ef þetta fer eins og hann ekki ská ég er að sjá hann bara með 1 þannig að þetta 6 manna meirihluti það getur mögulega það ekki mikill munur því og Viðreisn sko getur mögulega bara að vinna með Viðreisn þar hann Gylfi Þór Þorsteinsson vinnur í Rauða-Krossinum þannig að við sjáum til það getur hvort sem verið þetta tvennt sko við getum ekki fullyrt það lengur já ég var að segja hvað RÚV er að tala eða var eitthvað meira nýtt hérna í niðurstöðunum hér nei, bara má svo sem falla byrð þá fyrir við aftur bara í RÚV og hlustum á hvað þeir að segja hér Viðreisn að fá Samfylkingin 17,8% og 2 menn og miðflokkurinn 11,4 1 Viðreisn 14,3 2 og Vinstrið 4,4 ná ekki manni í bæjarstjórn Hafnarfjarðar þetta óbreytt skipting bæjarfulltrúa frá því sem að var í fyrstu tölum en þetta eru sem sagt lokatölur í Hafnarfirði líta svona út samanborið við kosningarnar 2022 sjáum það að Samfylkingin að tapa miklu Sjálfstæðisflokkurinn að tapa aðeins en það Framsóknarflokkurinn Valdimar Víðisson og félagar bæjarstjóri sem að bæta miklu við sig Viðreisn að bæta við sig miðflokkurinn að bæta við sig og Vinstrið sömuleiðis að bæta við sig en það buðu þau ekki fram síðast og þá kíkjum við á hvernig bæjarstjórnin lítur út meirihluta samstarfi hérna Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks það stendur þannig að ég hérna að tala við félagar minn actually á ég meina Reykjavíkur við sáum það núna að Framsókn misti í Mosó til dæmis þá heitt mann bara í milli talninga sko og það var ekki nema 0,3% mun þannig að þú veist ég blóta þessi suð svona sem bara lítill munur það getur alveg stundum dottið maður út sem var mjög tæmpu til að byrja með og mér sýnist hérna á tölunum í Reykjavík og getur bara opna tölunum í Reykjavík og hérna aðeins þakka niður í rúfa meðan ef við skoðum tölunar í Reykjavík minnst það ekki eitthvað geðveitt líklegt en ef við skoðum tölunar í Reykjavík þá sko þá eru það að fá 9 manns á 31,9% en ef við skoðum hérna skoðum hvernig maskinu sem kom út í gær þá það fengið þar 8 manns á 31,3% 0,6% munur og þeir tapa manni þið segir mér það að þessi 9. maður er mjög tæpur það veri brjálaða kosningasíður fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fá 8 menn líka það bara ógeðslega flott niðurstaða fyrir það þið sjáu þeir voru með 6 í seinustu kosningum og 8 verið ekki að geða og 9 en bara kind of insane sko en munurinn sá að ef þeir tapa einu manni hér svo lengi sem sá maður endar ekki hjá miðflokknum sem getur svo sem alveg verið en svo lengi sem þeir fá ekki 4. mann þá væri þetta hérna
stjórnarsamstarf að þessi meirihluti hér úr sögunni geti ekki skeið lengur og þetta kannski svona eina sem mér finnst sem svo geti ríkt í stóðunum í kvöld sko, hvort að hérna fari einn maður frá vinstri yfir til sósíalista eitthvað, það myndi ekki breyta neinu varandi þessa meirihluta sem eru í boði en þetta geti breyti fyrir vikið ég svolítið að bíða eftir því hvernig næstu tölum í Reykjavík svo við getum svona átt að segja á því hvort að það sé líklegt að það verði einhverjar breytingar eins og við séð í kvöld þegar við erum að skoða breytingar í talningu á milli svæða þá þær yfirleitt tiltölulega nákvæmar strax í byrjun þannig að þú getur ímyndaðir að þú ert búin að telja í 30% af einhverju sveitafélagi þá ertu raun og veru búin að gera skoðanakönnun sko, þú með 30% af öllum og svo skoðanakönnun bara með það stórt úrtak og hún hlýtur að vera tölfræðilega sé að vera nokkuð nákvæm en það samt alltaf eitthvað suð eins og maður segir í tölfræði og það getur verið aðeins pluss og mínus 0,5, 0,6 og það getur skipt máli þá erum við í hóndkerfinu þannig að það oft fólk að fá svona, sem við myndum kalla uppáta þingmenn þeir að fá menn sem bara út af því hvernig þetta raðast upp í öðrum og þessi menn geta auðvitað dottið út aftur sko. Þannig að það alltaf áhugavert að fylgjast hvort að meirihlutin byggist á einhverjum tæpum kandidat og í þessu tilfelli þá það 9. kandidatin hjá Sjálfstæðisflokknum sem er hún Sigrún Ásta Einarsdóttir hún hérna í baráttusveitinni í kvöld hjá þeim og getur skipt miðflokkin mestu máli kannski hvort að Sigrún haldist inni eins kaldaníslegt á það þá það hún kannski Grafavarsbúi hérna sem hérna viðskiptafræðingur hún í svoleiðstöðum þannig að við þurfum að sjá hvort það sé eitthvað líkur að það verði eitthvað suð sko. og sem getur stundum orðið mikla breytingar á milli talninga ef það var eitthvað að talningunni sko. ef var verið að talja einhvern mjög sérstakt 200 atkvæðum eins og utan 40% atkvæði eða atkvæði sem koma sérstakt frá einhverjum sérstökum hverfum og eitthvað það á nú ekki að vera þannig en hvað getur alltaf skeið já áður en ég fyrir aftur í rúðallega og farið hérna og skoða þetta eitthvað nýtt jöp, Hafnarfjörður, já það var reyndar að tilkynna það rúf það samt breytist ekkert en enga breytingar þar bara hérna hægri sveifla þeir eru þarna öflir samfélkingana gratanir að tapa menni ef við förum hérna á mest lesið þá var hún að kvarta yfir því hún Ingibjörg Sólrún sem er sjálf sósíaldemókrati sem er sjálf samfélkingamanneskja og Guðmundur Árni ég held þess að alveg rétt hjá honum hann að hugsa sem gang sem oddviti í ljósi fyrstu talina ég enda þeirra skona átt að gera það fyrir þessa kosningar en þannig að segja það hérna sko 2 gamli stjórnmálamenn fólk sem búin að vera lengi í þessu Guðmundur Árni var með þess að gamla skólanum þegar Ingibjörg að koma til staðar sko þannig að það ekkert óvíst hvort að þau séu sko einhverja gamla hluti sem þeir hafa verið að ergjast í gegnum tíðina. Þannig að virðist þetta myndi þess að hún sé ekki mikið hrifin af því hvað hann að gera hana fyrir og hérna fær hún einhver staðfesting af því að hún hafi rétt fyrir sér það sko. Hlustum á RÚV. Hvað er RÚV að segja? Hvernig líst ykkur á þetta? Hér er aldeilis tíðindi. Já, hér er margt að gerast. Nýja tölur Reykjavík. Ég er nú alla til að segja neitt Akureyri. Það er svo margir listar sem að ná kjöri að púsla saman meirihluta verður Við getum skoða Akureyri meirihlutan aftur eftir smá. Við erum með auka upplýsingar hverjir eiga saman, hverjir eiga samleið sem ég sé að RÚV er ekki að nýta sér þótt að þetta sé byggt á þeirra eigin kosningaprófum. En við erum að sjá þetta svolítið sko, það er mjög mörg framboð svona í kannski sveitafélögum. Já, hann er reyndar mjög stór í Mosfellsbæ þannig að það er ekki alveg sambarilegt við Akureyri en það er samt, við erum samt að sjá sko, það er mjög mörg framboð að koma þar sem þú ert með kannski 9 eða 11 fulltrúa og þannig að þetta dreifist mjög mikið eins og það gerir Akureyri þá verður þetta náttúrulega mjög snúið og getur orðið mitt kannski gæti auka líkur á því að við sjáum eitthvað að gerast á kjörtímabilinu og svona ýmis vandamál sem að geta fylgt því að vera með mjög marga í meirihluta. Áhverð líka að skoða Hafnarfjörðinn að hérna við séð Framsóknarflokkurinn fekk hérna góða kosningu í Kraga sveitafélögunum síðast. Búin að vera að gefa eftir hér aðstæðar nema þarna í Hafnarfirði þar sem að auka verulega fylgi sitt. Ég er náttúrulega með bæjarstjórann, ekki? Þannig að hérna
það geti verið einhverjar persónulega vinsældir þar sem að skýra gott gengi í þessu sveitafélagi sem ekki endurspeglast í öðrum sveitafélagum á þessu svæði. Heldur það sé kannski aðal ástæðan, Valdimar Víðisson, vinsældir bæjarstjórans? Já, þú ert eiginlega að heyra í Óla Arðari upp á eitthvað sem með betri tengingu Hafnarfjörðin, sko. En það alltaf, það náttúrulega þekkt og við höfum alveg séð þar úr í þessum kosningum að sitjandi bæjarstjórar, hvort sem þeir eru sitja sem kjörnir fulltrúar eða ekki, geta verið settir sem svona ákveðið tæki til þess að bara við setjum þessa manneskju á oddinn og ef þú kýst okkur þá verður þetta okkar bæjarstjóri. Við sjáum það ekki að þeir gerðu þetta í Vestmannaeyjum. Sagðu fyrir fram hver ætti að vera bæjarstjórinn. Það maður sjá, Plóter að segja mér að það sé eitthvað nýtt. Gekk upp í báðum tilfellum og reyndar var það fólk sem Súðavík mætt. Þau hafa bæði verið bæjarstjórar í Vestmannaeyjum. Og Papnafjörður finnist Mosfellsbæ. Og maður sá þetta líka. Súðavík, eigum við ekki að skoða hvað er í gangi á Súðavík. 145 atkvæði talin. Skoðum hvað er í gangi í Súðavík. Hérna endaði Brengstari í Barentshafi. Súðavíkurhreppur. Hérna eru fyrstu tölur. Það er fjarðarlistinn. Hann er með hreina meirihluta. Nei, fyrir ekki, hann er meirihluta. Þeir eru með hreina meirihluta í framtíðarlistin. Í 8 betri framtíð. Kjartan Geir, ég er nú ekki með neinar upplýsingar þetta fólk. Það er nú eitthvað að fara á milli handægja þeim að fylgjast með að vera rétt staðsettir á lýðræðisveislinni en enda bara 290 mann sem búið þarna. Mikilvægasti meirihlutin er hreinn meirihluti framtíðarlistans. Það held ég að sé nú ekki mikið meira að segja. Ég gerir ráð fyrir því að með hvað er þetta mörg atkvæði? Voru 145 sem eru búin að kjósa. Það lítur að vera lokatölur í 200 manna byggðarfélagi. Kíkjum á beina streymið hérna aftur. Herru Reykjavík. 965. Ógildir seðlar eru 167 og atkvæðin skiptast þannig. A-listi vinstrisins 5.705 atkvæði, 5.705 atkvæði. B-listi Framsóknarflokksins 4.224 atkvæði, 4.224. C-listi Viðreisnar 6.280 atkvæði, 6.280 atkvæði. D-listi Sjálfstæðisflokksins 18.474 atkvæði, 18.474. Þetta er allt annað. Flokksins 2.018 atkvæði. Jú, þetta er bara prósenta niður þegar að missa mann. Þarna erum við með fréttir. Hérna eru brjálaðar fréttir. 298 atkvæði, 298 atkvæði. Já, hérna er minn. En miðlistinn. 2.600 atkvæði, 2.600 atkvæði. Miðflokkurinn segir. M-listi Miðflokksins 7.692 atkvæði, 7.692 atkvæði. 12,7. P-listi Pírata Þeir fara niður líka. 1.195 atkvæði, 1.195. Þannig að þeir fara báðir niður. Þessi meirihluti er fallinn. 252 atkvæði, 252. S-listi Samfylkingarinnar, Jafnaðarflokks Íslands 10.775 atkvæði, 10.775 atkvæði. Þá er aðeins eftir að telja utankjörfundaratkvæði sem eru 11.000 talsins rúmlega. 11.000 utanfjörfundar, það getur verið allt öðruvísi. Þetta stemmir. Já, hér hefa orðið breytingar. Já, hér hafa orðið breytingar. Sjálfstæðisflokkurinn er með 31% og er að tapa frá fyrstu tölum einum borgarfulltrúa. Þetta hélt ég gæti skeið, sko. Menn í borgarstjórn. Samfylkingin er með sína 5 ennþá, Miðflokkurinn 3, Viðreisn 2, en það er Framsóknarflokkurinn, Vinstri 2, en það er Framsóknarflokkurinn, Magnea Gná er inni í þessum tölum. Jólisti sósíalista 1 en aðrir komast ekki á blað. Við skulum
bera þetta saman hérna við fyrri tölurnar úr Reykjavík, sjáum að bæði Sjálfstæðisflokkur og Samfylking eru aðeins að minnka hérna. En Viðreisn... Það er ekki hægt að gera miðflokk, Sjálfstæðisflokk meirihluta lengur, sko. Þannig að sko meirihluta samstarfi verið miklu áhugaverðara núna. Mér fannst alveg borðleggjandi ef þetta hefði farið eins og þetta var áðan og þeir myndi vinna saman. Eins og ég sagði, Magnea Gná komin hérna inn á kostnað Sigrúnar Ástu Einarsdóttur, 9. manns á lista Sjálfstæðisflokksins, en Þorvaldur Davíð Kristjánsson, hann þarf bara að bæta við sig 57 atkvæðum til þess að verða hérna, Hilsi koma á síðan með mér ef ég opta þetta, hann búið að breytast. Þýðir nú eitt og líklegustu meirihlutanir. Núna það DM og B sem eru líklegastir inn. Kíkjum á Sjálfstæðisflokkinn, við ætlum að fá að geyma hérna þessa. Töluvert meiri samstæða en D, B og C, en þú veist, D og M geta ekki verið saman, það geta tekið inn svo 2 framsóknarmenn með sér. Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsóknarflokkur það getur valið að taka Viðreisn í staðinn fyrir miðflokkinn, en það væri miklu minni samstæða hérna, sko. Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur, þeir eru hins vegar ekki að ná þessu að þessu sinni, ekki samkvæmt þessum tölum. Þeir voru með samtals 12 borgarfulltrúa samkvæmt fyrstu tölum. Ég held að það því samt að þeir verið á saman, það verið bara að plúsa hérna B inn með sér. Tveggja flokka. Jæja. Hér allt í skiti, já, það gaman að vera að vaka framöftir á kosningar heldur betur. Þetta náttúrulega breytir miklu að hérna, það sé ekki í kortunum mögulegur meirihluti bara Sjálfstæðisflokks og miðflokks. Þannig að þeir þurftu þá að leita þriðja flokks til liðs við það samstarf. Já, það væri Framsókn. Samkvæmt ykkar kosningaprófi þá liggur þeim bara á getið samleið hérna. Það er þessi hérna flokkur hér. Samningsstaða Sjálfstæðisflokksins var auðvitað gríðarlega sterk þegar hún gat valið á milli þess samstarfs og samstarfs við miðflokkin. En þetta munar alveg rosalega litlu. Við erum bara að tala um 57 atkvæði upp á að Viðreisn fá þriðja manninn og það eru fleiri flokkar sem eiga góðan möguleika. Þannig að þetta getur líka breyst frá, þú veist, að þessi aukamaður flakkja milli Viðreisnar og Framsóknar. Í Reykjavík, þannig að þetta tiltölulega lágt hlutfall sem að þarf til þess að ná inn manni. Sjáum þetta freka litla breytingu hjá Framsókn og Fylki en skilar þessum aukamanni. Einmitt, og það hérna, þessu var breytt hérna fyrir 8 árum, áður vorum við með 15 borgarfulltrúa. Og ef við hugsum bara þetta sem við þekkjum hérna í alþingiskosningum að það eru 5% þröskuldu. Það svona harður þröskuldur, ef þú nærði yfir 5% þá færðu þingmenn yfirleitt. Ef við erum með 15 borgarfulltrúa, deilum bara 1 deilt í 15, þá þarf 6,67% atkvæði til þess að komast inn. Þetta fer niður í rúm 4% hérna ef allt reyfist jafnt, þegar við erum með 23 fulltrúa. Það sem að gerast hér að gríðarlega mörg atkvæði falla líka dauði niður. Við erum eftir að reikna þetta eftir þessar tölur. Áðan þurfti ekki nema 3,5% atkvæða til að fá borgarfulltrúa. Það veldur því að við fáum þessa gríðarlega fjölda frambóða. Þarf ekki það mikið af atkvæðum til þess að komast að. 1%. Það er svo margt í varðandi borgarstjórn sem að Alþingi það ekki síst hérna Píratar með 2%, 3%. Fjölgun borgarfulltrúa úr 15 í 23 að breytt með lögum frá Alþingi. Og svo eins og Ólafur Þ. Harðarson benti á þetta með talninguna. Að flokka, það þarf að breyta lögum á Alþingi til þess að einfalda það. Þannig að það sé að það byrja að flokka atkvæðin áður. En þetta hlýtur að vera mikilvægur að Framsóknarflokkurinn sé að fá 2. Hlýtur að ef að þetta verður niðurstaðan, það gríðarlega mikilvægt fyrir samningsstöðu Framsóknarflokksins. Já, í sjálfu sér hefur það ekki breyst að þetta munstur sem var rætt áður með Viðreisn og Framsókn, það var í boði jafnvel þó þau hefðu bara 1, en jú, þetta alltaf tvöföldina á fulltrúum, það munar það. Og ákveðin svona varnarsigur, kannanir höfðu nú bent til þess að fylgi flokksins á kjörtímabilinu hefur ekki verið mikið. Ef þú skildu ná inn 2 mönnum, það allavega ákveðin varnarsigur þar. Hvað segir þú, Eva? Já, klárlega, það nú stundum verið talað það að Framsókn sé oft svona gott á endasprettinum en þeir eigi oft meira í kjörkössunum heldur en kannanir segja til Og ef að þetta verður niðurstaðan þá það svolítið staðfesting á því en
Sko við höfum líka, ef maður skoðar aðeins svona bara tímabilið hérna fyrir tíman, þá sér maður þetta svolítið sko að Framsóknarflokkurinn svolítið svona, hann svona snerpuflokkur sko, hann kemur inn svona á 4 ára fresti, annarkvort hann nær hann miklum sigri og þá dettur hann svolítið tilbaka næst og svo kemur hann aftur tilbaka sko, þannig að maður er búin að sjá þennan takt núna í dálítinn tíma. Þannig að ef hann sko, að því hann náttúrulega átti alveg gríðarlega stóran sigur síðast, það var alveg bara hans besta held ég í borginni frá upphafi. Þannig að það að missa ekki meira og að næra að halda þessum tveimur, þá það náttúrulega bara alveg mjög sterkt. Þetta bara einhver svona titringur í tölfræðinni sko. Landsmálunum, hann það sem ég gert að lesa í þetta sko. Á nokkrum stöðum bara mjög góða kosningu, þannig að ég held að það sé nú svolítið svona fyrir Framsóknarflokkinn í heild sinni bara ef við horfum til landsmálanna. Hvað segir þið sko, þetta samanlagða fylgi vinstrisins og sósíalista? Þetta nú dágóður slatti. Já, þetta við sáum þetta í síðustu alþingiskosningum að þarna voru 10% framboð, Pírata með líka, sem eru svona frekar langt á vinstri vengnum, náðu þessi saman 10% atkvæða og engan þingmann. Þetta auðvitað, við tölum þennan að ná 3,5% auðvitað miklu léttara verk. Þau eru að koma inn þarna, já, og virtist ekki vera það mikið í billið þegar maður heyrði umræðurnar áðan, þannig að kannski einhver frekari samstarfsflutur þar. En þetta auðvitað, Reykjavík vinstri sinnastu kjördæmi landsins, þannig að það kannski ekki koma óvart að þau ná í mestum árangri einmitt þar. Við erum að bíða eftir því að fá samband við Einar Þorsteinsson á kosningavöku Framsóknar. Ég held að það styttist nú að við fáum eitthvað samband við hann. Er þetta ennþá að djamma hjá Framsókn? Þetta gríðarlega mjótt á mönnunum. Þorvaldur Davíð Kristjánsson sem þriðji maður Viðreisnar. Sko en síðan sko átt okkur því að seinustu niðurstöðunar í kvöld frá Reykjavík verða utan kjörfundaratkvæðin sem því að þeir töldu það, þú veist, sér. Og það getur verið allt öðruvísi tölur sko. Ég veit ekki hvað átt, þú veist, bara, já, það er eina fólk sem var alveg í sumarbústaði helgina, fólk svo lítið útlanda, miklu líklegra, eða, þú veist, fólk sem er í vaktavinnu og getur ekki kosið helgar eða eitthvað, þú veist, þetta getur bara verið allt öðruvísi tegunda fólki en fólki sem ákveður að fara venjulega í það. Það hann er hérna, Já, það er náttúrulega gaman að sjá manni koma inn núna. Það munar þó ekki nema 57 atkvæðum að hún dett út aftur og Þorvaldur kom inn frá Viðreisn, þannig að þetta er bara gríðarlega spennandi. Og þessar tölur geta skipt öllu hvernig staða flokkanna í meirihluta viðræðum og hvernig þetta pólitíska taflborð að leggjast. Þannig að við Framsóknarmenn myndu náttúrulega að leggja til bara að hætta að telja akkurat núna. Við erum ána með þetta. En það er ekki alveg svo gott, við þurfum að sjá hvað kjósendur raunverulega vilja. En þetta breytir þó ekki því að ykkur hefur ekki gengið vel í kvöld. Hvað lestu í þessar tölur? Sko það fyrir allt eftir hvernig þú vilt horfa á þetta. Við unnum stórsigur síðast, en ég kom inn í borgarstjórnarflokk þar sem var engin. Já, það getur verið sko DCLB, það getur unnið saman. En það var samt bara 61 samstæða, segjum svo að þeim myndi fara eitt frá Framsókn yfir á Viðreisn. Við fáum núna samkvæmt þessum tölum 2 og eftir mjög dramatískt kjörtímabil þar sem við þurftum að taka erfiðar ákvarðanir og lögðum allt undir, töpuðum og komum svo aftur og ég stundum sagt sko að Framsókn eigi eitthvað eftir í kjörkossunum, eitthvað sem enginn veit hvaðan kemur. Ég er ekkert sannfærður það, síðustu alþingiskosningar sýndu að það var ekki Viðreisn fengi 3, þá væri þetta samstarf svolítið í kortunum minna að Framsókn inni með Viðreisn og Sjálfstæðisflokknum. Að vissu leyti verið að hafna ykkur? Samfylking, Viðreisn, það var með 8, það vantaði 4 til viðbútar. Við vorum að mælast um 2,9% fyrir örfáum vikum og allir voru búin að afskrifa okkur. Við áttum samtal við svona vinstri sinnað stjórnvæðið og bara hér einhverjum 5 flokkastjórn sko, mjög ólíklegt sem er gífulega ólíklegt í borginni sem við reyndum að gera á síðasta kjörtímabili en gátum ekki vegna þess að við höfðum ekki pólitískan stuðning í þeim meirihluta sem við vorum í og þetta bara hefur verið þræðilega erfitt kjörtímabil og verið vinstri við komum aftur það var svona skrítið meirihluti, ég myndi nú ekki halda að það væri líklegt við viljum láta gott af okkur leiða og þjóna borgarbúum
og erum að fara núna úr undir 3% í 7% samkvæmt þessu og ég held að það hljóta að vera bara mjög góður árangur. Væri það líklega, ef myndi halda framsókn með, það gæti ítt Sjálfstæðisflokknum út. Ég myndi nú ekki kalla það vinstri meirihlutann. Ef þetta niðurstaðan, þá held ég við getum raunverulega vel við unnað. Sko, ákallið er breytingar og Sjálfstæðisflokkurinn að fá mikið fylgi, Viðreisn þarna líka og Miðflokkur og meirihlutin kolfallinn. Kjósendur voru sammála okkur í Framsókn það að það þyrfti að gefa Samfylkingunni frí og það bara skýr skilaboð. Finnst þess að þú af öllum sem þetta segja það, þú varst í meirihluta með þeim helmingin af kjörtímabilinu. En það ekki sama hvað, við þurfum að ná saman málefnin og þetta ekki sömu flokkarnir, þótt að við séum frá miðju og til hægri, við erum á miðjunni og þurfum að standa vörð okkar gildi og okkar stefnumál og munum vera trú okkar stefnum. Finnst mér eins og mögulega þessi Dagur B.S. sem hann kreist út af þessu manni að fá að vera borgarstjóri lengur sem hendir hann í hans fang að taka við borgarstjórnum þegar allt að kórna niður og brotna niður hjá þeim og fer sjálfur að vera alþingismaður. Þessi maður missir borgarstjórastólinn og hrynur þessi meirihluti. Eini maður Framsóknar í borginni og hoppaður úr kæti rétt á þegar nýjar tölur bárust. Þetta lítur að vera svona ákveðin tilfinningarúsi í banni, svona lokatölur í Reykholtshrepp. Það hreinn meirihluti, R-listans. Bak við mig eru sko tugir og hundruð sjálfboðaliða í Framsókn sem hafa lagt allt sitt hjarta í þessa baráttu og ég tek eftir og ég fulltrúi þeirra og þannig að þegar ég hoppa þá hoppa ég á gleði fyrir okkur öll og við finnum það líka bara í baráttunni núna Framsókn allt land, við erum að vinna stór sigra víða, Ísafirði, Grindavík, Reykjanesbæ og víða, þannig að Framsóknarhjörtun sló í takt í þessari kosningabaráttu og það mjög gott fyrir flokkina því að hann að koma upp úr dálítið erfiðum kosningum og erfiðum en eins og segi 59 atkvæðar milli, það nánast óútilokað, það mun ekki eitthvað hristast til 11.000 atkvæði úr utan kjörfundarkassunum. Það getur alveg Framsókn vinnið á því sko. Eru fólk sem á sumbústaði líklegra við sveitarstjórnarkosningar verða jafnan mikla breytingar á stjórn Sambands íslenskra sveitafélaga. Já, núverandi formaður að draga sig í hlé á þessum vettvangi og Ágúst Ólafsson hitti hann á kosningavöku Framsóknarmanna í Fjarðabyggð. Hér að Reyðarfirði fundum við formann Sambands íslenskra sveitafélaga og það náttúrulega samnefnara fyrir allt það sem verður að kjósa í kvöld og hvernig þróunin verður þar. Jón Björn, horfum á þessu sjónvarpi saman. Það mikla breytingar á stjórn sambandsins þegar við kosningar. Já, það verður stökkva hérna til. Núverandi stjórn situr náttúrulega fram í september, þá koma sveitafélögin saman og halda stórt landsþing á Akureyri í seinnipartinn í september og þar mótum við stefnu fyrir næstu 4 árin. En það ljóst að auðvitað verður alltaf breytinga í kosningar. Í stjórnin endurspeglar svolítið niðurstöður kosninga á landsvísu eftir hvað frambúðin eiga marga fulltrúa í sveitarstjórnum undir hreinum listum og svoleiðis. Og svo náttúrulega liggur fyrir núna við mörg sem erum í stjórninni erum búin að vera lengi í sveitarstjórnum og höfum nú valið að fá að sitja í heiðurssætum og svona, þannig að það verða breytingar, já, sjálfsögðu. Eru breytingar kannski meiri vegna þess hversu margir hætta fyrir kosningar eða sjálf kosningaúrslitin? Það getur nú blanda saman. Við höfum sagt, sko, það búin að mikla endurnýjan í sveitarstjórnum í síðustu kosningum. Ekki bara núna, heldur síðustu kosningum. Það verður mikil endurnýjan og við höfum endurnýjan nauðsynleg og mikilvæg, en við höfum stundum svona áhyggjur að hún verði mjög mikil, þegar við viljum hún sé jöfn og þétt og áfram sig þekking og svona, en jú, auðvitað hefur þetta líka endurnýjan hefur bara eftir hvernig niðurstöðurnar verða svona þegar líður á nóttina. Þetta vantar okkur töluvert mikið en við sjáum að það að teiknast mjög upp svona, úrslitin mjög víða komin fram og það verða breytingar víða og svoleiðis. Þannig það bara. Hvað sérðu nú þegar ef þú bara skoða þá sem að hverfa úr sveitarstjórnum núna? Já,
Við sáum það náttúrulega núna í okkar góðu stjórn að við höfum verið mjög vel mönnuð núna og að það auðvitað lág fyrir að af þeim sem sitja í stjórn núna þá væru 3 sem væru svona ofarlega á sínum listum væri framboði, aðrir væru svona að komnir neðar að segja listana, þannig að við vissum það nú fyrir en við vinnum náttúrulega bara núna þétt bara fram á haustið og reynum að á þeirri braut sem hérna ennþá verið að tala við þá úti nú hefst bara óskaplega skemmtilegu voru þeir ekki í Fjarðabyggð? Ég öfunda mjög alla vini mína núna sem eru að fara inn í og þetta nýja fólk sem var inn í sveitarstjórn nú er að hefa skemmtilegu tími menn að fara ég hérna fór og núna og leggja línundar og síðan er samband bara þess að anda hérna að mér aðeins feskulofti og líka til þess að næta tjóskar mína hérna fyrir utan bara svo ég hreinlega rinningi niður og þreytu þannig að nú komið sá tími næturinnar að maður veldi fyrir sig hvað sem mikið ég get verið að bíða eftir þessum utanfjörð kjörfundaratkvæðum í Reykjavík en þess að ég vildi segja er það að það er alveg gífurlega fallegt veðrið úti núna sko eins og það var leiðileg rigning hérna í dag bjart úti, fuglarnir syngja tiltrúlega hlýtt alveg fullkomin íslensk sumarnótt og mér finnst það að veita bara gott ég held að það verði hérna þessum að leiðinni fallegt sumar og fallegt kjörtímabil en já, nú er spurningin á maður að bíða eftir seinustu tölunum í Reykjavík og síðan er það spurningin hvar hefur við ekki fengið neina tölur og hvað er mikið eftir hérna en þannig að fyrst og fremst þessi 11.000 utankjörfundaratkvæði í Reykjavík og maður finnst þess að maður þurfa að bíða eftir þeim ekki síst vegna þess að maður veit að það er nánast útiloka að það mun ekki hrista í tölfræðinu sko. Já Múlaþing lokatölur þegar var ég komið með lokatölur þar stug forrindi að fá að sitja lengi að skoða í RÚV Múlaþing en það er líka afskaplega ánægt að sjá þetta fólk sem var að líka taka við og hvernig það hefur unnið í mínu flokki og ég er bara stoltur og ánægður af því ég er yfirgefið að segja sem kjörinfulltrúi þannig að en vonandi sveitarstjórnarmálin eru ennþá mér jafn kær og vonandi bara gestum tækifæri til að vinna á einhverjum vettvangi og nýta þá reynslu og þekking áfram því að sveitarstjórnarmál eru fyrir 1,5 tíma síðan skemmtilegu vettvangur og svona og gefandi vettvangur að vinna í svona umhverfi þjónustöru fólk og þannig að þetta hafi verið skemmtilegar en oft tekið á og sumt þeim manni gera betur og annað en ég er ánægður. Við erum hérna kosningarskrifstofu hjá þínu fólki hér á Reyðarfirði. Ég ætla aðeins bara að fá þau því að það voru að koma lokatölur í Fjarðabyggð og ég ætla aðeins að fá þau til að meta hver staðan er. Þarna tapaði núverandi meirihluti. Já, núverandi meirihluti er að missa Sjálfstæðisflokkur og Framsókn sem að mynda hafa meirihluta núna síðustu 2 ári. Við erum að missa, hvor flokkur að missa fulltrúa og erum þetta að tapa, erum að missa atkvæði. Þannig að, og enga síður og hér er miðflokkurinn að koma inn núna, hann bauð ekki fram síðast, bauð fram 2018. Það var að koma nýja tölur frá Fjarðabyggð, var ég ekki með þær? Hvað er sinni þessi tölunum minna frá Fjarðabyggð? Það bara verður að segja þessu verð. Ég er þetta hlutur á því lítið, ég vilja sjá mínu fólki á beðin, en enga síður samt er ég ánægður og stoltur að sjá samt að menn hafi náð þó að svona halda í og við erum inni með örugga 2 fulltrúa. En það eru breytingar hér og nú er bara spurning hvað fólk gerir. Nú er ég ekki neina Fjarðabyggð, þar eru við að tala klukkan 00:42. Ég liti að mista því. Hvað er nýjastu tölunar hérna? 2689. Nú ætlum við aðeins að rifja upp stöðuna í Hafnarfirði. Við erum komið með lokatölur úr Hafnarfirði. Þar fekk Sjálfstæðisflokkurinn 3 kjörna fulltrúa, Framsóknarflokkurinn fekk sömuleiðis 3, Samfylkingin 2, Viðreisn 2 og Miðflokkurinn 1. Við ætlum aðeins að leika okkur að mynda meirihluta eða skoða hvaða meirihlutar eru mögulegir hér. Það þarf 6 fulltrúa til þess að mynda meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Þar er Valdimar Viðarsson í samstarfi við voru það ekki Sjálfstæðisflokkurinn, já. Kíkjum á það.
Já, ég held sem að lokatölur það 29, 27,4 3 og 3 geta myndað haldið þessu samstarfi áfram geta líka hvorum sig myndað meirihluta með öðrum flokkum skulum fá grafíkinni þetta upp Sjálfstæðisflokkin hann gæti myndað meirihluta með Viðreisn og til dæmis Samfylkingu skilar þeim 7 mönnum í bæjarstjórninni þessir tveir flokkar, Samfylking og Viðreisn getur líka myndað meirihluta með Framsóknarflokki og svo í rauninni gæti miðflokkurinn komið það inn í staðan fyrir annarkvort Samfylkingu eða Viðreisn þannig að í Hafnarfirði ótrúlega margir möguleikar í stöðunni samstarf sem heldur velli það ég kom alltaf tölur þar en að þess að þessi margar stöður í boði í Hafnarfirði og skoða hvað stöður í boði þar líklustu meirihlutanir ég sýnist þetta bara ljóst að það sé bara B&D sem var að vera saman næstu tvær hafa Samfylkinguna með og það eru alveg nokkur dæmi þetta einhver í skapi fyrir það en svo kannski að því ég verður nú búin að vera að sjá B og C og M hann líka til boði sigur hjá sjálfstæðismönnum að sko Hafnarfjörðurinn eins og formaður sjálfstæðismanna í Hafnarfirði einmitt benti á að það hefur verið svona kratabær kannski að þarna kannski erfiðara fyrir Hafnarfjörð fyrir sjálfstæðismenn að ná hreinu meirihluta. Þeir eru ekki eins skýrt sko að taka fórustu þarna eins og kannski í Kópavoginum og Garðabænum. Þannig að það eru svona, já, hinir flokkarnir hafa sterkari stöðu. Það er ekki eins konar skýr hægri sveifla þarna. Og eflaust það sem við nefndum áðan, það er gott að koma með bæjarstjórastólinn inn í kosningabaráttuna. Þú getur verið að ef að vel hefur gengið þá er það auðvitað kostur að geta sagt, já, þeir voru við völd og getum hreitt okkur því. Og svo máttu nú kannski ekki skilja varaformann Guðmund Árna Stefánsson öðruvísi áðan þegar hann talaði eftir að fyrstu tölur voru komnar að það væri nú verið að senda þeim skýr skilaboð það að hann tæki mjög alvarlega þessar stöðu sem væri komin upp. Já, það var alveg skýrt sko en við erum samt að sjá þetta mynstur í flestum sveitarfélögum í kraganum að Samfylkingin ekki að fá neina dúndurkosningu þar. Þannig að þetta er auðvitað álitamál hversu mikið þetta tengist einstaklingnum, Guðmundi eða flokknum. Já. En kannski náttúrulega af því að sko Samfylkingin þá líka forverar hans hafa náttúrulega verið með mjög sterka stöðu í Hafnarfirðinum og þá kannski auðveldar að taka það persónulega ef að það gengur ekki vel en vissulega náður gríðarlega góður kosningu síðast þannig að en það er svona ég held reyndar að það sé kannski ástæða bara fyrir Samfylkinguna svona heilt yfir að skoða sína stöðu eftir þessar kosningar, ég held að það sé alveg klárt. Það er ekki bara í Hafnarfirði sem gæti reynst flókið að mynda meirihluta Heiðar Akureyri, það er dálítið snúin staða. Það er ekki snúin staða, sammála því. En í Hafnarfirði, við skulum rifja upp stöðuna á Akureyri. Það er bara 100 möguleikar. Sjálfstæðisflokkurinn með 2 bæjarfulltrúa, L-listinn með 2, Samfylkingin 2, Framsóknarflokkurinn 2, Miðflokkurinn 1, A-listinn 1. Ég segi líklegasti meirihluti sé DLB. L-listinn með Sjálfstæðisflokk og Framsókn. Þau þurfa 6 menn til að mynda meirihluta í bæjarstjórn Akureyrar. Frekar en LBS. Það var D-listi, L-listi og Miðflokkur samtals með L og B geta valið saman hvort þau vilja vinna með Sjálfstæðis eða Samfylkingu. Það þarf þá væntanlega að minnstakosti 3 flokka. Ólíklegra að D og S vinni saman, þeir hafa meina samfélagið. Og þá einhverja 3 að þeir skoða B og L. Voru við kannski búin að því fyrir kvöld. Eins og er. Það er D-listi, L-listi og svo þá voru búin að skoða þetta einaðan. Þetta er fólk sem getur ákveðið svolítið með hvernig það vil vinna. Einhverjir 3 af þessum 4 flokkum gætu myndað meirihluta á Akureyri. Nú svo að vísu vitum við ekki hversu líklegt það er, við vitum ekki hvort að A-listi og Sjálfstæðisflokkur myndu vilja vinna saman. A-listin er klofningsframboð úr Sjálfstæðisflokknum, en ef að þeir geta unnið saman þá væri það 3 menn pluss 2 menn L-lista og svo mögulega miðflokkur og þá er í rauninu komið áframhald á
núverandi samstarfi. Þetta gæti orðið einfalt. Ég þarf að setja mig inn í pólitíkina Akureyri að finna hvað þetta mikið af stórum litlum frambúðum góð dreifingarna því þetta það mikið af svona fjölbreytileika í akureyrsku samfélagi hvernig getum við tólkað þetta? Að það var svona við að kvarta svolítið yfir því að þeir felldu út hvort það var ekki bara síðasta kjörtímabili þeir felldu út alla meirihluta og minnihluta í bæjarstjórninni Akureyri og þá verið þetta kvart yfir því að þeir ættu að vera með skýra þannig að kjósendur getur svona tekið skýrar afstöðu en mögulega þetta kannski tækifæri til þess að vera með svona nokkuð skona þjóðstjórn og það hefur náttúrulega verið bent á það þegar þú ert með persónukjör þar sem þú rauninni velur fólkinn að þá ertu kannski komið með sveitarfélög sem kannski með 5 eða 7 manns í sveitarstjórn að það getur verið mjög erfitt það er engin stefnuskrá og það er engin meirihluti og minnihluti og það getur verið mjög erfitt að hreinlega að ákveða hluti og setja fram stefnumál og ákveða hvernig þú ætlar að gera þetta og við kannski erum að fara að sjá eitthvað í þessa áttinu á Akureyri að það sé bara að fara að verða dálítið snúið fyrir þá að Þið segið það en ég segi bara Akureyri fyrir ekki það er alveg samleið hérna milli DLB þeir bara fara í samstarf LB getur mögulega hent út sjálfsflokkurinn með samfélkingunni í staðinn örlítill munur þar á að fylgjast með bæjarmálunum á Akureyri en svo ég segi þessar kosningar bara það að 4 flokkar fá 2 hver þannig að við getum myndað þvílíkt margar samsetningar bara með þessum 4 flokkum Svo náttúrulega annar ásteytingarsteit sem kemur mjög oft og það 13, 14, 15, 16 Þú veist að þar var heldur ekki mjög skýrt kom ekki skýrt til að hjá öllum þessum frambúðum 22 meirihlutar sem komið til greina að hafa ásteytti áfram og það til dæmis eitt sér það sem ólíklegasti meirihlutinn að sjálfstæðisflokkur minni með miðflokki, samfélkingu og vinstrirænum það þykir mínum útreikningum ekki vera líklegt það er lélegust einhvern að því að þetta hefur tíðkast sums staðar að vera með ráðinn bæjarstjóra eða kallað ópólitískan bæjarstjóra eða hvað orð við viljum nota er það er það að vera algengara? Er þetta að verða fleiri og fleiri sveitafélög sem þetta er ópólitískan bæjarstjóra í sveitafélögum sem er svo lítil þekking á því hvernig það reka bæjarstjóra 1000 manna bæjarfélag og svo sem þefstu 3 allir pípar algengara það er í rauninni ákveðnum hlutum mögulega ekki góður að reka bæjarfélag og vita það sjálfur pólitíski bæjarstjóra þar segja í þessum stóru sveitafélögum þá ef við bara tökum frá örsveitafélögin sem eru þó með oddvitana sem að fara í sæti sveitarstjóra að þetta hefur verið svona kringum pluss mínus 20% dálítið lengi og síðan eru ráðnir í hinum sveitafélögunum en það hefur verið í langflestum tilfellum í stóru sveitafélögunum að það hafa verið pólitíski bæjarstjórar og það er langalgengast það er tiltölulega sjaldgæft að það sé í svona stærri sveitafélögum sé ráðnir reglulega það gerist svona sitt og hvað við sjáum til dæmis núna í Reykjanesbæ ég sagði DCB myndi vinna ég spáði því ekki ég held ennþá það sé að fara að gerast í Reykjavík og ég held við getum séð Ásthildi sem svolítið sambarlegt dæmi við höfum líka séð Akureyringar hafa gert þetta í 16 ár DCM er samt ennþá DBM er ennþá líklara það er svona alls konar meðan að það eru önnur DBC er enn í boði og hvað spurning hvort að framsókn og finnst þægilega að vinna með C en með M það er eiginlega leið og sveitafélögum fóru að fá svolítið mikið vægi, mikla peninga og mikil völd og áhrif þótt að sé minni samstæða í meiri málefnaágreiningur áhugi pólitískra aðila á þessum það eru svona einhverja personur og leikendur hérna sem getur mögulega breytt stöðunni því að sveitarstjórnarkosningar kjörsóknin hefur svona svolítið verið að dala hvernig er staða núna, sýnist þér? Við erum náttúrulega ekki komið með úr öllum, þetta var náttúrulega kannski í þessum stóru bæjarfélögum og þá vorum við að sjá alveg hvað kausu margir á Suðurnesjabæ? Það var náttúrulega röð út á götu þegar ég kom sjá núna, það er aðeins mér sýnist Mosfellsbær að vera komin upp í 68% var í 64 hann er meira enn sumubið sem er bara með mjög
háa kjörsókn, var 72% síðast, er komin í 77. Þannig að hérna, Hafnarfjörður bætir við sem 2% konu eða er réttlega sagt 4, fer úr rúma 60% í 64. Þannig að það er svona aðeins aukning og Reykjanesbær enda líka. Hann hérna fór undir 50% í kjörsókn síðast. Hrikalega lágt. 50%. Þetta kannski maður vonast til þess að þetta frjálsa fall sem virtist svolítið vera í kjörsókninni, að það væri kannski eitthvað að draga úr því. Er þetta svona að vera gamla fréttir? Þetta er náttúrulega áhvert því að okkur íbúafjölgun er mikið til drifin áfram af fólki af erlendum uppruna og þau hafa kjörsóknið að hafa búið hér í 3 ár. Þannig að maður hefði svona fyrirfram búið Mesta útkoma Samfylkingarinnar. Þannig að það er ánægjuleg tíðindi að það er tilfellið að hún sé að aukast milli kosninga á sveitarstjórnarstiginu. Já, við erum að bíða eftir lokatölum úr Reykjavík og okkur skilst að það sé nú bara svona á leiðinni. En ég ætla að bíða eftir því líka. Vitum við svona sögulega hvaða áhrif utan kjörfundaratkvæði hafa? Eða annar hópur sem að kýsa utan kjörfundar? Maður hefur upplifað kosningakvöld þar sem að þetta breytist gríðarlega mikið frá einum tölum til annara. Ekkert endilega varðandi utan kjörfundaratkvæðin. Maður er oft hugsað það hvort að þau sem fara til TN og kjósa þaðan sé einhvern veginn öðruvísi kjósi aðra flokka. Ef við séum það í allt kvöld að það virðist vera lítil breyting frá fyrstu, öðrum og þriðju tölur. Þannig að gæti verið eitthvað gerist í Reykjavík og við vitum að það má bara muna örlitlu til þess að það skiptist út hérna síðasti maður, annar maður Framsóknar fyrir þriðja mann Viðreisnar. Það spilar hlutverk í meirihlutaviðræðurnar. Getur enda á því að þetta sé bara örfá atkvæði sem skilja þarna á milli? Já, eins og hvað sögðu þetta væri 50 atkvæði? Já, það er ekki mikið. Við sjá það alveg í nokkrum sveitarfélögum í kvöld að það hefur ekkert munað mjög miklu. Nei, við bara sjá það var 1 atkvæði, 2 atkvæði. Við vorum að skoða hvað var það á Dalvík, það sem að munaði 3 atkvæðum að það yrði hreinn meirihluti, þannig að það er margt og merkilegt sem getur gerst. En miðað við nýjustu tölur í Reykjavík, þá fær Sjálfstæðisflokkurinn, þessar tölur númer 2, þá fær Sjálfstæðisflokkurinn í 8 borgarfulltrúa. Það er gífurlegur sigur, þótt að það sé ekki 9. Alma Ómarsdóttir tók einn þeirra, Bjarna Eggert Guðjónsson, sem er í öðru sæti á listanum tali fyrir kvöld. Fyndi hvað ég þekki aldrei þetta fólk. Sjálfstæðisflokkurinn fékk ansi góða kosningu, lítur allavega út fyrir það í Reykjavík. Kannast ekki til Brynja Níels, ég aldrei ekki séð hann alla kosningabarátuna. Hvernig bara leggst verkefnið í þig? Alveg svakalega vel. Ég er bara óbúslega stoltur af því sem hefur gerst og hún talaði með aðdraganda kosningana að einhver flokkur næði 30% fylgi sem að virðist vera raungerast þá er það kraftaverk. Og það er við rosalega stolt af því, en auðvitað á eftir að klára að telja en þetta lítur rosalega vel út. En hvað heldur að útskýri þetta fylgi? Það er náttúrulega bara gríðarleg vinna baki svona árangur eins og þú sér núna og bara labbandinn í Valhöll í morgun og sjá kraftin sem þar var inni var eitthvað sem var stíginn í svona hlutverki í fyrsta skipti algjörlega ótrúlega upplifun að sjá og fjöldi fólk sem hefur komið og stutt við baki á okkur og þetta er allt saman eitthvað sem skilar þessum árangur sem við erum í núna. Nú og svo erum við líka í frábærum hóp sem að við erum rosalega stolt af, við erum samhent og við vinnum vel saman, þannig að það er þetta er já það er einhvern veginn bara leggst allt á eitt í þá og það þarf í svona árangur. Hvaða málefni setur þú persónulega á oddinn og vilt sjá gerast eða vilt fá framgöngu fyrir? Já, mér langar náttúrulega bara óbúrslega mikið að fagna því sem er að gerast ákvörð núna en ég, svona aðkoma mín inn í þetta snerist nú alveg hvernig mér fannst fjármálunum háttað hjá borginni. Mér fannst það ekkert sérstaklega glæsilegt hvernig fjármunum var eitt. Nú og svo á ég bakgrunn í íþróttum og ég tel að þessi mikil tækifæri þar líka eins og á svo óbúrslega mörgum öðrum stöðum. Já, þetta var Bjarni Guðjónsson eftir tölu nr. 2 í Reykjavík. En, Heiðar. Við erum komin með þær. Lokatölurnar úr Reykjavík. Já. Eva B. Helgadóttir. Nú fáum við að sjá. Hér koma lokatölur í Reykjavík. Talin hafa verið 71.996 atkvæði. 71.996. Á kjörskrá voru 108.518.
108.518. Auðir seðlar voru 1.107, 1.107 og ógildir seðlar voru 228, 228 og atkvæðin skiptast þannig. A-listi vinstrisins 6.649 atkvæði, 6.649 atkvæði. B-listi Framsóknarflokksins 4.805 atkvæði, 4.805 atkvæði. C-listi Viðreisnar 7.436 atkvæði, 7.436. D-listi Sjálfstæðisflokksins 22.930 atkvæði, 22.930 atkvæði. F-listi Flokks fólksins 2.319 atkvæði, 2.319 atkvæði. G-listi Góðadagsins 361 atkvæði, 361. J-listi Sósíalistaflokks Íslands 2.858 atkvæði, 2.858 atkvæði, 2.858 atkvæði. M-listi Miðflokksins 8.912 atkvæði, 8.912 atkvæði. P-listi Pírata 1.348 atkvæði, 1.348 atkvæði. R-listi Okkar borgar 306 atkvæði, 306. S-listi Samfylkingarinnar Jafnaðarflokks Íslands 12.737 atkvæði, 12.737 atkvæði. Takk fyrir. Þetta breytir öllu líka. Takk fyrir þetta, Eva. Hérna eru breytingar aftur. Við ætlum að kíkja á hvað þetta þýðir. Þetta þýðir það að Sjálfstæðisflokkurinn er aftur komið með 9 borgarfulltrúa og það er á kostnað Framsóknarflokksins sem er þá aftur komin niður í 1. Magnea Gná dettur út við þessar nýjustu tölur. Aðrar breytingar hafa ekki orðið á skiptingu borgarfulltrúa. Það er það D&M sem eru að fara að vinna saman. 9, Samfylkingin 5, Miðflokkurinn 3, Viðreisn 2, Vinstrið 2, Framsókn 1, Sósíalistar 1, aðrir ekki neitt. Kíkjum á hvernig þetta þá lítur út. Steinn Ólaf Romsló var síðasti maðurinn, 5. maður á lista Samfylkingarinnar. Þorvaldur Davíð var næstur inn en hann hefði þurft að bæta við sig rúmlega 200 atkvæðum til þess að velta honum. Já, áður en við greinum nánar, þá ætlum við að heyra viðbrögð Bjargar Magnúsdóttur. Viðreisn. Já, við erum mætt hérna heim til Bjargar Magnúsdóttur. Við vorum að fylgjast hérna með síðustu tölum í beinni. Björg, þið náðu ekki inn 3. manni, þetta hljóta að vera vonbrigði. Hérna er þetta komið. Já, þetta eru vonbrigði. Viklistu meirihlutarnir, D&M. Það munaði þarna einhverjum örfáum atkvæðum. D, C og B getur senda þetta þannig inn. Já, svona er pólitíkin og svona er lífið. Hvað þýða þessi svona lokatölur fyrir Sjálfstæðisflokkurinn er í gífurlegri góðri aðstöðu til þess að velja hérna milli mann og haldið að þessi samleið hér myndi þýða mest. Sem við sáum áðan og fórum aðeins yfir oddvitarnir saman í Ráðhúsinu. Það er í rauninni allavega 2 svona möguleikar í spilinu. Það er annars vegar Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn og hins vegar er það Sjálfstæðisflokkurinn við Viðreisn og Framsókn. Þannig að það kemur í ljós bara núna væntanlega á allra næstu klukkutímum með dögum hvert skal halda. Ertu byrjað að þreifa fyrir þér? Nei, ég er ekki byrjuð á því. Það er þessi 2 hérna, D&M, já, hún Björg getur talað við Framsókn og reynda að vinna með þeim. Þannig að við viljum bara setjast það verður það hægri miðjuflokk. Engin samtöl verið tekin í kvöld? Jú, Sjálfstæðisflokkurinn svolítið val. Eins og við alla, við erum búin að verja miklum tíma saman, oddvitarnir, þannig að við erum bara orðin málkunnug og vinskapur hefur myndast og svona, þannig ég bind bara vonið við að við munum bara einhvern veginn koma inn með dálítið nýjan kraft inn í Ráðhúsið og kannski vonandi tækla hlutina með bara góðum hætti saman og vonandi bara náðu að vinna farsarlega saman, mögulega þvert á flokka.
Þið náðu inn 2 mönnum, hvað ætlið að leggja áherslu á? Það sem við lögðum áherslu á í þessari kosningabaráttu að byrja að taka til í kerfinu og við myndum gjarnan bara vilja bretta upp ermar og fara strax í það mál. Það þarf að létta á kerfinu, það þarf að stytta skipuritin og koma peningnum hraðar út úr ráðhúsinu og inn í hverfin og beint til fólksins. Þannig að við munum leggja áherslu á það. Ég held að sem að vera að koma með þetta tölur, ekki falla tölur komnar alls staðar. Svo erum við að spá í þessum stórum málum sem voru til umfjöllunar í þessum kosningum. Það eru samgöngumálin, húsnæðismálin og börnin í borginni. Þannig að það verður nóg að gera í okkur. Kosningabaráttunni lokið, langur dagur samt væntanlega framundan, hvernig lítur hann út? Ég mætti fyrsta viðtal klukkan rúmlega 10 á Sprengisandi, svo silfrið kvöldi og svona, en ég vona nú ég geti hitt félaga mína og farið yfir þetta með þeim við fyrsta tækifæri. Búin að plana hver fær þitt fyrsta símtal morgun? Nei, ég er raunar ekkert búin að plana það, en við munum taka upp tólið líklegast þegar við veknum öll. Björg, það styttist í fyrsta viðtal hjá hún á morgun. Við ætlum að fara að hleypa fólki í háttinn og segjum þessu lokið. Já, við ætlum að kíkja aðeins betur á það hverjir eru komnir inn í borgarstjórn Reykjavíkur. Við ætlum að sjá hverjir eru þá nýir í borgarstjórninni. Ég ætla hins vegar að fara að segja þetta gott í bili. Þetta eru fráfarandi fulltrúarnir. Þetta eru hins vegar nýju fulltrúarnir. Hér eru fjöldi nýrra sjálfstæðismanna í borgarstjórn. Bjarni Guðjónsson, Brynjar Níelsson, Rúnar Freyr Gíslason, Guðný María Jóhannsdóttir, Albert Guðmundsson, Bjarni Friðsson, Sigrún Ásta Einarsdóttir. Sjálfstæðisflokkurinn er að fá 9 kjörna fulltrúa, þar af 7 nýja. Miðflokkurinn fær 3 fulltrúa, þeir náttúrulega voru fengu ekki mann kjörinn í borgarstjórnina fyrir 4 árum. Þá segjum við þetta bara orðið gott í kvöld. Samfylkingin með sömuleiðis 3 nýja af þeim 5 sem að þau fá kjörna og Viðreisnar fulltrúarnir og sósíalistinn. Þetta er allt saman nýtt fólk. 16 af 23 eru þá ný í borgarstjórn. Það er talsverð endurnýjun. Kíkjum á hverjir eru að fara. Andlit sem að við þekkjum flest að hætta af sjálfstæðum, en einhver eru að falla út úr borgarstjórn, ná ekki kjörið þóttu hafi reynt. Kíkjum á mögulega meirihluta í Reykjavík. Það eru 2 möguleikar á 2 flokka meirihluta. Það er annars vegar Sjálfstæðisflokkur og Samfylking. Þeir 2 flokkar eru með samtals 14 borgarfulltrúa. Þurfa 12 til þess að mynda meirihluta. Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur gætu líka myndað meirihluta, 12 manna meirihluta, kjósi þeir að starfa saman. 3 flokka meirihluti sem er í myndinni væri Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsóknarflokkur. Samtals 12 menn sem að gætu myndað þennan meirihluta. Og það er spurning. Við erum búin að ræða ýmsa kosti fyrir í kvöld. Hefur eitthvað breyst? Já, verður ekki að segja það. Þetta er nú bara fullsendunum á draumakvöldi sjálfstæðismanna. Hér eru þau að fá þessa kosningu rjúka upp í síðustu tölum, upp í 32,5%. Og við erum komin aftur í þessa stöðu sem við ræddum fyrir í kvöld að þau geta valið að vinna annarkort með Miðflokki eða Framsókn og Viðreisn. Þannig að þetta hefði sannlega ekki getað farið mikið betur byggðið væntingar fyrir sjálfstæðisflokkinn í borginni. Það er erfitt að sjá annað fyrir sér en að Hildur Björnsdóttir verði næsti borgarstjóri Reykjavík. Bara gríðarlega sterk samningsstaða. Ég held að það sé eiginlega bara alveg, ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða að hún sé bara næsti borgarstjóri Reykjavíkurborgar. Ég held að það sé bara alveg klárt mál, sko. Það er þó fyrsti skipti sem við erum með síðasti borgarstjóri frá sjálfstæðismönnum var Hanna Birna, held ég að ég bara við rétt með. Þetta er búin að vera næstu 30 ára hérna, það sem að hefur verið vinstri meirihluti í öll skiptin nema þarna tímabili 2006 til 10 og ég held að það sé bara nokkuð ljóst að því tímabili er lokið í bili. Já, allavega 2006-10 þá voru það ekki bara þótt þegar við unnið kosningarnar þá urðu nú þær sviptingar og tjastnarkvartettir. Já, það er nú eiginlega of langt mál að fara yfir það. Við þurfum að fá sér þátt í það. Nú man ég vel eftir því tímabili. Það var, Davíð Oddsson var stórsigur 1990 og fekk 10 af 15 borgarfulltrúum þá, 60% atkvæða.
Þannig að nú flokkurinn að fá yfir 31% atkvæða, 9 borgarfulltrúa, þannig að þetta gríðarlega góður árangur hjá Sjálfstæðisflokknum. Já, ég held að þetta sé einmitt bara sérstaklega góður árangur fyrir Hildi. Hún hefur nú svona aðeins verið átt í vök að verjast líka innan flokksins bara þegar var verið í prófkjöri og svona, þetta var ekki alveg, hún var ekki alveg augljós kostur. Þannig að ég held að hún megi bara mjög vel við og hún hefur bara eftir alveg stórkostlegt hjá henni. Við skulum fara aðeins aftur til Maríu Sigrúnar Hilmarsdóttur sem ennþá á talningarstaði í Reykjavík. Já, nú eru flestir farnir hérna enda loka tölur ljósar, en það eitt sem kom hérna upp sem vert að minnast á varðandi talningu utan kjörfundaratkvæðina. Það var þannig að 32 af þeim utan kjörfundaratkvæðum sem voru dæmd ógild, þá hefur þau verið stimpluð með listabókstafnum VAF. Listabókstafnum VAF var ekki í boði í Reykjavík vegna þess að það var sameinað vinstra framboð vinstrið með listabókstafnum A. Þannig að virðist vera að allavega 32 sem ætluðu sennilegast að kjósa vinstrið og notuðu VAF-stimpilinn. Allavega það var þannig að umboðsmaður vinstrisins vildi láta bóka þetta og taldi að þarna væri mögulega eitthvað rugling að ræða. Þetta þá kjósendur sem rugluðust á þessum stöðum eða voru ekki búin að gera sér grein fyrir því að vinstrið hefði listabókstafinn A. Við fengum samt líka að vita að þessi 32 atkvæði hefðu engu breytt fjölda þeirra fulltrúa sem vinstrið fékk upp úr lokatölunum. En engar síður þá létuðu bóka þetta og þau bentu á að mögulega væri þetta vegna þess að listabókstafurinn A var ekki, hún var ekki úthlutað fyrir 11. apríl og utan kjörfundar atkvæðagreiðslan hófst svo 6 dögum síðar eða 17. apríl. Þannig að þarna hefur einhver misskilningur átt sér stað, en þetta allavega það búið að bóka þetta hérna og svo fekk ég líka heyra að hér var talsvert útstrikanir og það var Heiða Björk Hilmisdóttir sem var langmest strikuð út af þeim atkvæðum sem komu upp úr kössunum hérna á stærsta talningarstaðnum á landinu í Reykjavík. En þetta búið hérna og við þökkum fyrir okkur. Góða nótt. Takk fyrir það kærlega María Sigrún. Áhugavert sem þú var að segja þetta. Útstrikan það líka. Já. Og Heiða Björk Hilmisdóttir sem nú fráfarandi borgarstjóri. En sem sagt, nýkjörinn borgarfulltrúi sósíalista segir að sitt fyrsta verk verði að kynna sér hvernig borgarkerfið starfar. Hún býst við að meirihluti til hægri verði myndaðir í borginni og Anna Lilja Þórisdóttir ræddi við hana fyrir í kvöld. Jæja, á þessum nótum hér ætla ég að fara að klára hjá mér núna í kvöld. Ég held að ég fari og hendi stóru myndavélina bara til þess að klára þetta. Ég ætla bara að þakka öllum fyrir sem voru að fylgjast með í kvöld þessari kosningavöku lýðræðisveislunar og klukkan núna 5:04 og við erum búin að fá alla helstu tölur. Ég ætla að halda áfram að vakta hvort það verði eitthvað meira í gangi, en fyrir því ykkur sem næstu daga muni vera að klóra ykkur í kollunum yfir því hvernig meirihluta viðræður muni eiga sér stað nú hér í Reykjavík en líka stöðum eins og Akureyri og fleiri stöðum, þá stendur ykkur til boða að fara á lýðræðisveisluna, finna sveitafélagið sem þeir eru að velta ykkur fyrir ykkur, skoða bannerinn sem segir líklegasti meirihlutin og þar hægt að skoða hvaða meirihlutar eru í boði miðað við loka niðurstöðu kosninga eins og þær standa núna, en jafnframt raða þeim upp svo litið eftir hver líklegastur til þess að vilja vinna saman, hver eiga samleið byggt á svörum þeirra við kosningaprófi RÚV. Þannig að það getur breytt svolítið. Þannig að þú veist, það verður gaman að taka þátt í þeirri umræðu. Ég held nú að í mörgum tilfellum þá sé þetta kannski bara 1 eða 2 valkostir eins og í Reykjavík. Langlíklegast að mínum mati að Sjálfstæðisflokkurinn fari í samstarfið með Miðflokkinn, þeir eiga það mikla samleið samkvæmt þessu. En það er líka í boði af Framsókn og Viðreisn talið við Sjálfstæðisflokkinn og reyna að bjóða þeim eitthvað bitastætt. Sjálfstæðisflokkurinn er fyrir vikið í gífurlega góðri stöðu. En í öðrum tilfellum eins og hérna fyrir norðan, það er ekkert endilega ljóst, það getur tekið smá tíma að mynda meirihluta. En að því sögðu þá ætla ég bara að segja góða nótt og takk fyrir samveruna.